Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 7. mars 2017. Þetta fundur númer 3410 og 5. fundur ársins. Ég ætla í upphafi að fá að leita afbrigða og óska eftir að bæta einum dagskrárlið við sem eru þá 7. liður á dagskrá sem heitir niðurskurður og samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar. Þeir sem geta samþykkt af vinstra skefimerki. Það samþykkt. Þá göngum við til dagskrár og hér fyrst á dagskrá landsþing Samband íslenskra sveitarfélaga breyting á skipun þingfulltrúa. Hér lögð fram tillaga S-lista breyting á skipan í aðal- og vara þingfulltrúa á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sigríður Huld Jónsdóttir tekur sæti Loga Más Einarssonar sem aðal þingfulltrúi og Dagbjört Elín Pálsdóttir tekur sæti Sigríðar Huldar sem vara þingfulltrúi. Þeir sem geta samþykkt þetta vinstra skefimerki. Og það samþykkt samhljóða. Þá það annar liður, það fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, viðauki númer 2 og hér það 5. liður í fundargerð bæjarráðs frá 23. febrúar og það Guðmundur Baldvin sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér lagður fyrir annar viðauki ársins fyrir fjárhagsárið 2017. Hann var tekið fyrir í bæjarráði 23. febrúar 2017. Það sem var lagður fram viðauki sem kom frá umhverfis- og mannvirkjaráði varðandi kaupa Hafnarstræti 28. Að ræða 16,3 milljónir kaupverð og viðaukanum mætt með lántöku. Þetta hér lagt fram til samþykktar í bæjarstjórn. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur beðið orðið, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt þennan viðauka vinstra skefimerki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 3. liður í dagskrá sem fjárhagsáætlun viðauki númer 3 og það Guðmundur Baldvin, bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér viðauki númer 3 sem var tekinn fyrir í bæjarráði 2. mars 2017 og vísað til bæjarstjórnar til samþykktar. Viðaukinn vegna kjarasamninga grunnskólakennara og tónlistarkennara sem gerðir voru í lok síðasta árs og í byrjun þessa. Áhrif vegna kjarasamninga félags grunnskólakennara eru 233.050.000 og tónlistarkennara 43 milljónir tæpar eða samtals 276 milljónir. Hækkun launa í skólunum mætt með lækkun á ófyrirséðum launakostnaði á málaflokk 127 sömu fjárhæð. En þar hafi verið tekið frá fjárhæð til að mæta kjarasamningsbundnum hækkunum á árinu 2017. Heildaráhrif viðaukans eru því í raun engin á rekstur aðalsjóðs og fyrir samstæðu. En við bættum við þarna líka viðauka sem var vegna vinnu sem fyrirhuguð við kjarasamning grunnskólakennara, þar sem kom bæði frá fræðsluráði að viðauka upp á 1,8 milljón. Þannig að bæjarráð samþykkti á þessum á fundi sínum viðauka upp á 1,8 milljón króna vegna framlags til grunnskólana. Aukinni fjárheimild, þar sé 1,8 milljón mætt með lækkun á handbæri fé. Þetta lagt fram til samþykktar í bæjarstjórn. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur beðið orðið, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt viðauka númer 3 vinstra skefimerki. Og það samþykkt samhljóða. Þá það dagskrá liður númer 4, Elísabet Eiríksdóttir, minningarorð. Það bæjarfulltrúi Sólu Björk sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Elísabet Eiríksdóttir var formaður Verkakvennafélagsins Einingar og bæjarfulltrúi fyrir Sósíalistaflokkinn í 19 ár á árabilinu 1927 til 1954. Hún starfaði í áratugi að verkalýðsmálum á Akureyri og eins og segir í tímaritinu Verkamanninum í tilefni af 60. afmæli Elísabetar með leyfi forseta, hefur ávallt verið þar sem bardaginn hefur verið harðastur. Hún var stofnmeðlimur
í fyrst kommúnistaflokki Íslands og síðan sameiningaflokki Alþýðu sem sósíalistaflokksins og átti ávallt sæti í flokkstjórn þessara flokka. Í sögu Akureyrar, 4. bindi eftir Jón Hjaltason, segir frá því þegar mikið var lagt upp úr því að koma akureyrskum börnum í sveit, en þetta var í kringum 1930. En nokkrum árum fyrr höfðu bæjaryfirvöld á Akureyri verið að velta því fyrir sér í alvöru hvort, og nú vitna ég í bókina Sögu Akureyrar með leyfi forseta, hvort ekki væri reynandi að ná börnunum af götunum úr göturíkinu og kolareiknum frá rottunum í fjörunum, úr öskuhaugunum á Oddeyrinni og kolafjöllunum sem að kolakaupmennirnir geymdu við bryggjurnar og áttu það til að hrynja með gný og glumru gangi og stefna nærstöddum í lífshættu. Allir höfðu virst býsna sammála að gera eitthvað, en svo hefði framkvæmdin dregist og það var ekki fyrir en lítið og ómerkilegt bréf, aðeins 7 línur, barst bæjarfulltrúum að verkin voru loks látin tala. En bréfið, það var undirritað af kommunistanum og kennslukonunni Elísabetu Eiríksdóttur, tilvitnun lýkur. En í bréfinu bauðst hún til að starfrækja barnaleikvöll á sumrin, svo að það var ákveðið að hann væri ætlaður börnum á aldrinu 5-10 ára og hann væri starfræktur frá klukkan 9 á morgnana til 6:30 á kvöldin. Þessi leikvöllur starfaði 3 sumur og laun Elísabetar voru greidd úr bæjarsjóði, en 4. árið brá svo við að ekki var gert ráð fyrir rekstri vallarins í fjárhagsáætlun. Og það var ekki fyrir 4 árum seinna þegar inn á borð bæjarstjórnar kom bréf undirritað af Ingibjörgu G. Eiríksdóttur sem var systir Elísabetar og Áskeli Snorrasyni tónlistamanni, en þau skoruðu á bæjarstjórnina að flytja áhöldin frá barnaleikvelli Elísabetar niður á Eiðsvöll og stofna þar nýjan leikvöll. Og nú langar mig aftur að vitna í Sögu Akureyrar með leyfi forseta. Við finnum fé í þetta, sögðu bæjarfulltrúarnir, ekki alveg lausir í samviskubit yfir því hvernig þeir höfðu látið fyrsta leikvöllin í bænum drabbast niður. En hvers vegna ég að rifja þetta upp, kæru bæjarfulltrúar? Jú, það eru nokkrar ástæður fyrir því. Ein ástæðan er sú að í ár eru 90 ár síðan að þessi fyrrnefnd Elísabet Eiríksdóttir var kjörin bæjarfulltrúa á Akureyri af lista jafnaðarmanna. En því embætti gegndi hún eins og áður segir í 19 ár og var allan tíman eina konan í bæjarstjórn. En hún var 3. konan sem náði kjöri til bæjarstjórnar á Akureyri, en svo fyrsta var Kristín Eggertsdóttir sem satt í bæjarstjórn á árunum 1911 til 1914. En á eftir henni kom Halldóra Bjarnadóttir sem var skólastjóri barnaskólans, en hún satt í bæjarstjórn árunum 1921 til 23 og kom kjörin að kvennalista. En það er nefnilega þannig að sögubækurnar hafa ekkert verið að hampa þeim konum sem sett hafa mark sitt á söguna og þess vegna er svo gott að nota sem flest tækifæri til að rifja upp þátt kvenna í þróun samfélagsins okkar og leið er gott að velta því fyrir sér fyrir hverju þessar konur börðust. En við sjáum það í frásögninni og Sögu Akureyrar að þrátt fyrir að kallarnir í bæjarstjórninni hafa verið búin að hugsa að þyrftu nú að fara að koma börnum í betri aðstæður á sumrin, það voru þeir ekki búin að gera neitt í því, það þurfti konu til. Og svo aftur þegar barnaleikvöllurinn og það er einhverjum ástæðum skorin út úr fjárhagsáætlun þá ertu aftur bréf frá konu og reynda karlmanni líka til að ýta við málinu. Það er nefnilega þannig að konur og menn hafa ólíkan reynsluheim og oft ólíka forgangsröðun og eins og við munum þegar kvennalistin ruddi sér til rúms þá voru það undir slagorðinu hið persónulega er pólitískt. Og þá var tilgangur að sjá að sýna fram á að forgangsröðun kvenna er alveg jafn réttmæt og forgangsröðun karla. Og þetta bara var svona það sem ég vildi ræða hérna og minna á og því miður þá er það bara ótrúlega vel við hæfi ennþá þó að við höfum auðvitað náð heilmiklum árangri í jafnréttisbaráttu og í svona þess sem oft er kallað mjúkumálin að en samt í bæjarráðinu okkar hérna á Akureyri sitja 4 karlar og 2 konur. Og það er reyndar alveg 2 sinnum betra heldur en bara fyrir örfáum mánuðum þegar þar sátu 5 karlar og 1 kona. En það væri alveg örugglega langbest ef það væru jöfn kynjahlutföll. Ég vil bara svona nefna það. Og ég svona velti fyrir mér hvort að það sé þessi skekkja sem veldur því að áfram er fussað yfir hugmyndum á borð við gjaldfrjálsan leikskóla eða brúa bil milli fæðingarorlofs og leikskóla. Þessar hugmyndir hafa allavega ekki hlotið góðar undirtektir núverandi bæjarstjórnar þegar bryddað hefur upp á þeim í fjárhagsáætlun gerð.
Þannig að ég segi bara að það er mikilvægt að við skiljum á munum að framlagi kvenna hefur ekki alltaf verið gert hátt undir höfði í sögubókum og það á án efa einhvern þátt í því að jafnvel enn í dag njóta málefni sem gjarnan eru konum hugleikin ekki jafnar virðingar á við málefni sem að köllum eru hugleikin. Takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúa. Ég ætla að byrja að taka undir með bæjarfulltrúa Sóley mikilvæg þess að minnast þeirra kvenna sem undan okkur voru og ruddu brautina. Í raun gerði það kleift að ég stend hér í dag. Það var nefnilega ekki alltaf sjálfsagt að konur væri í bæjarstjórn og mín upplifun eftir að hafa setið hér hversu gríðarlega mikilvægt að hafa bæði kynin við stjórn. Við erum nefnilega svo gott teymi. Og mér var svolítið gaman að heyra bæjarfulltrúa Sóley tala að hún Elísabet hafi barist fyrir að halda leikskólanum inn í fjárhagsáætlanagerð og það minnir mig á sögu sem að vinkona mín og fyrrum bæjarfulltrúi, hún Sigríður Stefánsdóttir sagði mér einu sinni þegar við hittumst konur sem voru í bæjarstjórn og höfum verið í bæjarstjórn gegnum árin á Akureyri að hún var einu sinni það var þegar að vera í fjárhagsáætlanagerð var að verið að ákveða, það vantaði pening og þeir voru að brúa eitthvað bil, hvort þeir ættu nú að taka út leikskóla, hvort það væri ekki bara óþarfi, hvort að konur gæti ekki bara verið heima og sinnt börnunum. En hún sem sagt barðist fyrir þessu að halda þessu inni það árið og þeir sem voru með henni þá. Þannig að það ekki lengra síðan heldur en það að við þurftum ennþá að berjast fyrir því að halda inn í leikskólum til þess að jafna eða til þess að við gætum í rauninni öll verið á vinnumarkaðnum. En svo datt mér líka aðra sögu í hug, það var góð kona sem var fyllt til grafar í gær, hún Aldís Lárusdóttir, en hún vann mikið fyrir kvennalistan á sínum tíma og var fyrst kona til að stofna líkamsræktinn á Akureyri. Og þegar hún ætlaði að fara að taka lán, þá var það ekki leyfilegt að hún gæti tekið lán, heldur þurfti maðurinn hennar að gera það. Þannig að það er svona ágætt að minnast á þessa hluti líka. En sem betur hefur þetta breyst og við getum verið þakklátt þeim sem voru hér undan okkur og börðust jafnréttisbaráttu til þess að við, konur nútímans, gætum haft það betur og gætum haft val. En Elísabet var einmitt ein af þessum jöxlum en hennar áhugi voru bæjarmál og hún vildi hafa áhrif og gerði það. Hún var þriðja konan til að taka sæti í bæjarstjórnar í Akureyri eins og bæjarfulltrúi Sóley kom inn á áðan. Hún sat í bæjarstjórn fyrir sósíalistaflokkinn frá árinu 1927 til 1954 og svo kona sem lengst hefur setið í bæjarstjórn. En Elísabet var fædd árið 1890 og lést 1971. Hún starfaði sem yfirhjúkrunarkona á sjúkrahúsi á Akureyri en stofnaði síðan smábarnaskóla sem bæjarfulltrúi Sóley kom inn á áðan. Og þar fengu margir Akureyringar, sérstaklega frá fátækri heimilum, sína fyrstu fræðslu sem bara mjög flott. En helstu baráttumál Elísabetar í bæjarstjórn voru uppeldismál, barnavernd og framfærslumál. Frá því að Elísabet Eiríksdóttir lét af störfum sem bæjarfulltrúi árið 1954 átti engin kona sæti í bæjarstjórn fyrr en þær Ingibjörg Magnúsdóttir, yfirhjúkrunarkona af lista Sjálfstæðisflokk og Soffía Guðmundsdóttir, tónlistarkennari af lista Alþýðubandalagsins voru kjörnar árið 1970. Þetta var í fyrsta sinn sem fleiri en ein kona átti sæti í bæjarstjórn Akureyrar. Á sama tíma Ingibjörg satt í 1 kjörtímabil en Soffía átti sæti bæjarstjórnar í 3 kjörtímabil til ársins 1982 og var þó eina konan í 2 kjörtímabil. En Elísabet Eiríksdóttir, þriðja konan sem sat í bæjarstjórn og hefur setið lengst allra kvenna, minnst hér í dag. Hún fyrirmynd. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem ekki fleiri hafa óskapst að taka til máls, þá förum við í dagskrárlið númer 5. Það frumvarp afnám einkaleyfis áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á smásölu áfengis og það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Þetta ekki fyrsta sinn sem að áfengisfrumvarpið kemur til umræðu í þinginu. Þetta reyndar í 3. sinn sem að þetta frumvarp endurflutt með mjög óverulegum breytingum. En á síðasta þingi bárust tæplega 50 umsagnir frumvarpið og nú þegar eru komnar inn 7 umsagnir frá aðilum sem ekki sendu umsögn á síðasta þingi. Þetta hljóta að teljast ansi kröftug viðbrögð við jafn margframlögðu máli. En þar sem ég hef enga persónulega sérfræði þekkingu á þessu málefni, ég get alveg viðurkennt, ég hef drukkið minn skammt af áfengi, en ég hef líka alveg oft sleppt í að drekka áfengi í lengri eða skemmri tíma. Og ég hef þannig að sé ótrúlega litla skoðun á áfengi sem slíku. En ég hef ótrúlega mikla skoðun á því hvernig við eigum að haga ákvarðanatöku í samfélaginu. Og ég tel lykilatriði að hver ákvörðun sé vegin og metin út frá því hvernig hún snertir við hinum ýmsu hópum samfélagsins. Ákvörðun sem kemur til með að skaða marga eigi sérstaklega vanda. Og þess vegna svo gott að svona margir að senda inn umsagnir áfengisfrumvarpið, aftur og aftur og aftur. Það umsögn frá Landlæknisembættinu, samtökunum, BSRB, Barnaheill, Barnahreyfingu IOGT á Íslandi, Barnaverndarstofu, Bindindisfélagi ökumanna, Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, Félagsráðgjafafélagi Íslands, Fjölmiðlanefnd IOGT, Foreldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum og ýmsum sveitarfélögum og heilbrigðisstofnunum og svo mætti lengi telja. Þessir aðilar eru sammála að verði frumvarpið að lögum muni það bitna á heilsu og vellíðan fjölda fólks. Það hefur verið bent á þarna í þessum umsögnum þann mikla árangur sem náðst hefur í áfengisforvörnum síðustu áratugi, en árið 1997 var neysla áfengis hjá íslenskum unglingum með því hæsta sem mældist í Evrópu en í dag sú lægsta. Og þessi árangur byggir á samstilltu átaki þeirra sem að standa fyrir skipulegu frístundastarfi barna og unglinga og þar eiga sveitarfélögin í landinu mikil hlut að máli, enda hafa þau varið miklum fjármunum í uppbyggingu aðstöðu og aukna þjónustu við börn og unglinga. En frumvarpið gengur til dæmis gegn samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi barna, en þar meðal annars kveðið á að setja skuli það sem börnum fyrir bestu í forgang og þar Alþingi ekkert undan skilið. En Landlæknisembættið rekur í sinni umsögn fjölmargar rannsóknir sem allar benda til þess að einkavæðing áfengissölu feli í sér aukna neyslu sem svo aftur hafi mikil og slæm áhrif á heilsu almennings með tilheyrandi kostnaði. Skaðleg áhrif áfengisneyslu stórt og vaxandi heilbrigðisvandamál á heimsvísu og sérstaklega í hinu vestræna heimi, en niðurstöður rannsókna benda til þess að takmarka aðgengi að áfengi sé ein skilvirkasta leiðin til að sporna við aukinni áfengisneyslu og leið draga úr þeim skaða sem getur hlotist af henni. Landlæknisembættið bendir einnig á að löggjöf Alþingis ætti að styðja stefnu stjórnvalda í lýðheilsumálum, svo sem stefnu í áfengis- og vímuvörnum, stefnu aðgerðir gegn heimilisofbeldi, geðheilbrigðisstefnu og heilbrigðisáætlun. En í stefnu stjórnvalda í áfengis- og vímuefnavörnum til ársins 2020 segir meðal annars, með leyfi forseta: með viðurkenndum og gagnreyndum aðferðum unnt að draga úr þeim skaðlegu áhrifum sem neysla áfengis og annarra vímugjafa hefur á einstaklinginn og samfélagið í heild og tryggja velferðarsamfélag þar sem öllum skapað það umhverfi sem best verður á kosið. Stefna og aðgerðir skulu byggjast á bestu fáanlegu vísindagögnum skilvirkni og hagkvæmni. Ef vísindagögn skera ekki úr álitamálum skal fara með gát og hafa að leiðarljósi að stuðla að heilbrigði og velferð fólks. Ég ætla ekki að lengja mál mitt frekar. Það alveg ljóst að út frá sjónarhóli lýðheilsu og almennar velferðar þetta frumvarp mikið glapræði og vonandi taka þingmenn mið af þeim fjölmörgu álitum sérfróðs fólks sem tekið hefur sér tíma til að skrifa umsagnir. Vonandi fara þeir með gát og hafa að leiðarljósi að stuðla að heilbrigði og velferð fólks. Og ég vil semst leggja hérna til bókun sem ég vona að við bara getum öll staðið saman á bakvið, og þetta svona áskorun til þingmanna, hún hljóðar svo:
Bæjarstjórn Akureyrar hvetur alþingismenn til þess að hafna frumvarpi sem liggur fyrir Alþingi breytingu á lögum nr. 86 frá 2011 verslun með áfengi og tóbak. Sveitarfélög hafa síðustu 20 árin eflt forvarnir gegn áfengis- og vímuefnaneyslu ungmenna með góðum árangri. Í nýjustu evrópsku vímuefnarannsókninni sem frá árinu 2015 kemur fram að íslenskir unglingar eru ólíklegri en evrópskir unglingar til að hafa drukkið áfengi. Landlæknir, heilbrigðisstarfsfólk, samtök lækna og fjölmargir aðrir sem vinna að heilsueflingu og velferðarmálum vara við þeirri breytingu sem felst í samþykkt frumvarpsins og benda á að rannsóknir sýna að aukið aðgengi að áfengi sem verður með mikilli fjölgun sölustaða leiðir til aukinnar neyslu meðal annars meðal barna og ungmenna. Verði frumvarpi samþykkt stangast það á við stefnu stjórnvalda í áfengis- og vímuefnavörnum, vinnu gegn forvarnastarfi sveitarfélaga undanfarin ár, auk þess að stangast á við aðgerðaráætlun Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar gegn lífsstílstengdum sjúkdómum sem og nýlega samþykktum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Bæjarstjórn Akureyrar leggur mikla áherslu á forvarnastarf og setur í forgang að búa börnum og ungmennum sem best uppvaxtarskilyrði. Heilsa íbúa, hagsmunir og velferð barna og ungmenna eiga að njóta forgangs í allri stefnumörkun ríkisins. Aukið aðgengi að áfengi og áróður í formi áfengisauglýsinga gengur gegn því sjónarmiði. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú það aftur mætt í þjóðmálaumræðuna áfengisfrumvarpið og klífur í herða niður þjóðina og stjórnmálaflokka. Ég held að sé einn stjórnmálaflokkur sem er svona stendur semmilega einn og óklofinn í þessu máli. Þetta hefur gjarnan verið hengt á Sjálfstæðisflokkinn sem bara alls ekki rétt, því að ég held að það séu jafn skiptar skoðanir í Sjálfstæðisflokknum eins og öðrum flokkum. Ég get því miður ekki stutt þessa bókun vegna þess að ég einfaldlega ekki sammála forsendum hennar, en ég samt á móti þessu frumvarpi. En það sem samt gott við þetta frumvarp það að það gert ráð fyrir auknum fjármunum til forvarna. Þannig að ég að vonast til þess að einhver vakning verði hjá stjórnmálamönnum þessa lands til þess að setja auki fé í forvarnir. Auk þess að þá það bara alls ekkit víst að með þessu, eða ef þetta frumvarp verður að lögum, að þá bara alls ekki víst að aðgengi að áfengi muni aukast. Bara ég leyfi mér eiginlega efast það. Það alls ekki víst að vöruframboðið aukist. Ég efast það líka. Og það alls ekki víst að verði lækki. Það í raun og veru þau vísindagögn sem hafa verið lögð til grundvallar þeim skoðunum sem hafa nú helst komið fram í þessu máli, sýnist mér að miði við allt aðra aðstæður heldur en hér á Íslandi. Hér nefnilega engin venjuleg einkasala. Hérna bara mjög velrekið verslunarfyrirtæki með mikinn opnunartíma, mikið vöruúrval og trúið þið ekki, niðurgreidda álagningu. Málið líka að væntanlega mun stærðarhagkvæmni á dreifingu á þessari vöru, hún mun minnka ef þetta fer hríslast verslunarkerfi landsins eins og það í dag. Hjá einkageiranum ekki neina tekjur á tóbaksgjaldi sem munu niðurgreiða álagninguna að þessari vöru. Þannig að það alls ekkit víst að verðið lækki þvert á móti, að þá spái ég því að verðið muni hækka sem einn aðal áhrifavaldurinn í neyslunni. Vöruúrvalið það mun minnka vegna þess að einkageirinn, hann einfaldlega stendur ekki undir þeirri fjárbyttingu sem í þeirri dreifingu sem eins og hún í dag. Málið að áfengisgjaldið og virðisaukin eru stærstu verðmyndunarþættirnir og innkaupsverðið sjálft, það bara skiptir mjög miklu minna máli. Þess vegna spái ég því, ég reyndar held að þetta frumvarp falli, verði ekki samþykkt, en ef það yrði, ímyndum okkur það, að þá myndi aðgengi minnka, verði myndi hækka og vöruframboðið minnka. Með öðrum orðum bara alveg fyrirtagsforvörn.
Sem sagt, ég bara því miður ekki sammála forsendunum í þessari bókun, þó ég sé á móti þessu frumvarpi. Í frumvarpinu þá gert ráð fyrir hlutverki sveitarfélaga og enn og einu sinni að þá það gert án samráðs við sveitarfélögin. Mér finnst þetta einfaldlega orðið óþolandi. Ég mun þess vegna sitja hjá þegar að þessi ályktum eru borin upp til atkvæða. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Ég biðja annan varaforseta bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason að koma og taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur óskað eftir orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú lýsa andstöðu minni við þetta frumvarp sem liggur fyrir Alþingi og ég mun styðja bókun sem að bæjarfulltrúi Sóley bar hér upp því að ég vil ekki setja áfengi á sama stað og maður fer og verslar í matinn. Eins og hefur komið fram í máli bæði bæjarfulltrúa Sóleyjar og bæjarfulltrúa Baldvins það að þetta heilbrigðisvandamál út allan heim og nýjustu upplýsingar tengt þeim sem að hafa verið í áfengismeðferð á Vogi og hvað það hærra dánarhlutfall hjá fólki sem hefur verið á Vogi versus þá sem hafa ekki verið þar sýnir okkur að þetta mjög alvarlegt heilbrigðisvandamál. Og við sem sveitarfélag og við sem heilsueflandi sveitarfélag að þá eigum við að sjálfsögðu að mótmæla þessu og ekki bara þessu heldur öllu sem að stjórnvöld að leggja fram sem að geta aukið á heilbrigðisvanda inn í samfélagum. Það að í þessu frumvarpi sé líka verið að tala aukið fé til forvarna að þá finnst mér þetta nú svona kannski vera rök fyrir efasemda fólkið það að það sé vont að samþykkja þessi lög því að það slær mig ekki neitt að halda það að forvarnir verði eitthvað miklu meiri verði þetta frumvarp samþykkt. Þannig að ég vona það og skora á alþingismenn að hafna þessu frumvarpi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu og tek nú við stjórn fundarins. Orðið laust. Þar sem að ekki bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get ekki hamið mig að koma hérna upp og spjalla aðeins við bæjarfulltrúa Baldvin. Það tvö atriði sem ég langar að fara yfir sem annars vegar það að bæjarfulltrúi Baldvin segir það ekki víst að tegundum fjölgi. Ég bara tek heilshugar undir það bara ekkert víst að tegundum fjölgi og það í sjálfu sér ekkert sem að skipti máli í þessu frá þessu vinkli sem ég að ræða. En síðan var það ekki víst að neysla aukist. Og ég var náttúrulega að fara yfir og ég vildi nú, það hefur aðeins í svona samfélaginu, sumir eru orðnir sem fólk orðið pínu þreytt á þessu máli og bara kemur þetta áfengisfrumvarp eina ferðina enn. Og ég var nú að fara að eyða tími að ræða þetta áfengisfrumvarp eina ferðina enn. Og ég hugsaði með mér þegar ég baði þetta máli á dagskrá, þá var ég alveg búin að vera að hugsa þetta, þetta bara, eina ferðin, eða við höfum svo sem ekki talað þetta áður, þannig ég hugsaði að það bara fínt að við tökum þetta. En að því að þetta eina ferðin og allt þetta, þá ákvað ég að lesa ekki upp til dæmis úr greinargerð landlæknis allar þær rannsóknir sem hafa sýnt fram á. Og það þannig með vísindi að það aldrei, það engu slegið föstu og það alltaf bara ekki víst. Og þannig hljómaði bæjarfulltrúi Baldvin ótrúlega vísindalega. En landlæknir hins vegar og þessi tugir rannsókna sem eru settar fram í umsögn landlæknis segja allar það næsta víst að neysla mun aukast. Og í þessu samhengi þá ætla ég að aðeins að taka smá sveig og segja frá því ég var á fundi
ég var á fundum helgina, þar sem annars vegar var verið að ræða og við bæjarstjórn Akureyrar ræða við borgarstjórn Reykjavíkur umhverfismál og þar var svona aðeins komið inn á loftslagsmál og daginn eftir satt ég flokksráðsfund hjá Vinstri grænum, þar sem var líka eins og venjulega rætt loftslagsmál. Og þar vorum við svona líka svolítið að spá í, sko, og sérstaklega svona kannski pínu inspiruð eftir fundum í borgarstjórn, þá fer maður að hugsa, ok, að því við höfum svolítið ekki verið að ræða til dæmis loftslagsmál. Og maður fer svona að hugsa, ok, hvernig þú veist, við þurfum að fara að taka þessi stóru mál, getum ekki bara ítt þessu frá okkur að því þetta er svo stórt og við svo lítil eða eitthvað. Þannig ég ætla bara að segja, ég hlakka rosalega til að fara að ræða loftslagsmál, en ég leið kvíði ótrúlega mikið fyrir ef þá vera einhvern veginn á þessu að þrátt fyrir að allar rannsóknir eða flestar eða hvernig sem það er sýni fram á eitthvað, þá er samt alls ekkert víst að verði svoleiðis. En mér langaði bara svona aðeins að koma inn á þetta, en þakka fyrir mig. Bæjarfulltrúi Sólveig Björk hefur lokið máli sínu. Það sem ekki, bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar nú svona rétt aðeins að koma hérna upp til þess að gera grein fyrir atkvæðinu mínu, en ég mun samþykkja bókun bæjarfulltrúa Sólveig Bjarkar og tek heils hugar undir allt það sem hún sagði hérna áðan. Við bæjarfulltrúarnir frá Framsókn erum nú samþykk öllum okkar þingmönnum það að við viljum alls ekki að þetta frumvarp fari í gegn. Ég hef nú líkt og margir aðrir tekið þátt í umræðu þetta mál og mér heyrir svona allavega við þá sem ég hef talað, það virðist allir vera á sama máli að þetta ætti ekki að fara í gegn. Sveitarfélagið eða Akureyrarbær hefur lagt mikla áherslu á forvarnir og með skilst að sístu 20 árum hefur drykkja ungmenna hér á landi minnkað og ég held að ég velti allavega fyrir mér af hverju ættum að breyta einhverju ef vel gengur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég mun styðja þessa bókun. Þó að segja ýmislegt í þessu svona sem ég get séð að mætti breyta. Mér finnst reyndar aðgengi að áfengi með indæmi gott á Íslandi. Það eru ótrúlega flottar og góðar verslanir, stórar, rúmgóðar og sjálfsagt mjög spennandi fyrir ungmenni að stíga sem fyrstu skref þangað inn. Þetta er svona hulinn heimur. En það er líka ágætt að hafa þetta hulinn heim. Því ef þetta er komið inn í Hagkaup, þá er þetta ekki lengur hulinn heimur. Ef þetta er bara rétt hjá nammibarnum og annað. Krakkar eru ekkert að ganga inn í átíðaferðardag eða vínbúðirnar. Það er því þau mega það einfaldlega ekki. Það er engin krakkar að þvælast þar, þau eru að þvælast á hinu búðunum. Þá er þetta stanslaust fram á augun á þeim. Þó er ekki bara á þeim forsendum, þá held ég að þetta slakka hans á og huga hvort þetta sé bara ekki fínt eins og þetta er. Það er ákveðin þættir sem ég get séð að við gætum litið framhjá. Undan þó, það eru smáverslanir út í svona minni plássum. Við tökum bara til dæmis eins og Hrísey, Grímsey, Hofsós og svona smærri staðir sem má eiga mjög erfitt uppdrátt að bara vera með venjulega verslun. Þetta gæti hugsanlega auki velduna. En er samt ekki nógu stór samfélag til þess kannski vera með smá hot frá vínbúðinni, ég veit það ekki. Það mætti hugsanlega ræða þetta að sveitarfélög gætu samþykkt það að sé selt á þessu minni samfélögum. En þó ég sé hlynntur fjölbreytileika, þá þýðir það ekki endilega að gera hvernig sem er. Mér finnst mjög mikil fjölbreytileiki ef ég kem í núverandi vínbúðir. En ég styð þessa bókun. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta verður alltaf jafn skemmtilegt þegar er að tala um áfengi. Ég vil aðeins
byrjaði að leiðrétta bæjarfulltrúa á Sólu. Ég talaði ekki að tegundafjöldi myndi eitthvað minnka, ég sagði að vöruframboð myndi minnka. Það er enda svolítið munur þar á. Ég held að verði bara miklu minna að þessari vöru í kerfinu almennt vegna þess að fjárbindingin er svo dýr. Það sem er óvenjulegt á Íslandi er að þetta er mjög skattlögð vara og meira skattlögð heldur víðast hvar annars staðar í heiminum. Það sem er reynsla fyrir að fara úr einhvers konar einkasölu fyrirkomulagi og í frjálsan markað, að það hefur gjarnan fylgt því lægra verð. Það mun ekki gera það hér. Því hefur fylgt meira framboð. Það mun ekki gerast hér. Í þessu frumvarpi er líka gert ráð fyrir að, eins og ég sagði áðan, með auknum forvörnum, og það er það sem skiptir fyrst og fremst máli. Þannig að allir faktorarnir sem er talað að minnki neyslu, verðið, aðgengið, framboðið pluss forvarnir, það er það sem skiptir máli. Þess vegna finnst mér gagnrýni frá ágætu embætti landlæknis og fleiri sem hafa tjáð sig þetta mál að það vantar í þetta ákveðna grunnforsendur. Hér er líka talað að þetta er verið við hliðan á nammibarnum í Hagkaupum. Ég spái því að það muni ekki verið þetta frumvarp að veruleika. Málið er það að þetta er það sérstök vara, hún er það dýr í innkaupi, öll rýrnun er mjög dýr, þannig að það sem mun gerast er það að þetta verður svona það sem er kallað shop in shop eða búð í búð. Þetta verður haft aðgreint frá annarri verslun þar sem að öryggiskerfi og annað eftirlit er meira heldur en almennt með annarri vöru. Það þarf nefnilega að selja býsna margar rauðvínsflöskur fyrir hverja sem að fyrir gólfið eða er stolið, og þetta er vara sem er mjög girnileg til þess að stela. Ég hef stundum tekið dæmi, kannski þekkjum flest, Hagkaup, fyrst er búið að fara að tala Hagkaup hér í bæjarstjórnarsalnum. Ég ger ráð fyrir að flest ykkar hafi komið við í Hagkaupum á Eiðstorgi. Þar er bara stór og myndarleg matvöruverslun. Akkurat á hæðinni fyrir neðan er nánast jafn stór búð sem að þjónar sama markaðsvæði sem er áfengisverslun. Sjáu þið það í alvöru gerast að sú búð í heilu lagi muni bætast við matvörubúðina sem er á hæðinni fyrir ofan. Það mun aldrei gerast. Það sem er þarna í þessari stóru áfengisbúð þarna á neðri hæðinni, það mun verða einhverjir 3 eða 4 rekkar í búðinni fyrir ofan. Þannig að mín niðurstaða er alltaf þessi, að ef við setjum þetta í einkageirann þá mun þjónustan stórminnka, verðið hækka og svo framvegis. Og málið er bara ég er alveg sammála bæjarfulltrúa Preben, þið eru bara í fínum málum með þetta í dag. Og svona brennivínsbelgir eins og við bara viljum þessa þjónustu og þetta lága verð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér sýnist nú öllu að við séum meira og minna öll sammála þó mismunandi forsendum sé. Ég nú bara fyrst og fremst upp til að gera grein fyrir atkvæði mínu. Ég mun samþykkja þessa bókun vegna þess að ég er alfarið á móti því að breyta því fyrirkomulagi sem að hér ræðir og til enga ástæðu frekar en þeir sem hér hafa talað til að breyta því. Hvorki vegna þess sem að unglingum og ungmennu snýr eða þá því sölu kerfi sem við erum bara með og hefur þjónað okkur ágætlega. Og við getum orðað þannig að áfengisverslunin er í raun og veru komin í nánast næstu því hvert krummaskuð. Við förum að skoða kort yfir dreifingu á verslunum. En mér finnst bara mikilvægt að orða það líka að við stöndum frammi fyrir mörgum og brýnum málum og ég hef orðið var við það í samfélaginu, held ég bara hjá mjög stórum hópi fólks að velti fyrir sér af hverju erum við að eyða orkunni akkurat í að ræða þetta frumvarp, til dæmis á Alþingi eða hér. En það að sjálfsögðu öllum frjálst að leggja fram mál og það á að ræða öll mál fyrst þau eru lögð fram. En kannski hefði verið nær að koma með brýnni málin á Alþingi nú heldur en þetta. En svona er bara lífið, en ég mun sem sagt samþykkja þessa ályktun.
Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Það sem að, bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúi, ég stóðst ekki á móti þegar Gunnar fór að tala um þetta væri rætt svo víða að við erum að taka umræðan um þetta. Ég ætla ekki að standa upp, en mér finnst bara að þessi umræða pínu hjá bæjarfulltrúa Baldvin vera svolítið sérkennileg, sko, eins að það náttúrulega gert ráð fyrir í frumvarpinu að það sem sagt, þetta velti yfir á sveitarfélögum að búa til svona að setja reglurnar. Mér finnst það pínu svona sérstakt. Ég hef tekið líka með bæjarfulltrúa Prepin, sko, aðgengi, og það hefur komið inn fram umræðan, verið hérna með verslanir, mjög faglega verslanir víða um land. Að vísu eru búa smærri staðar ekki við jafn glæsilega verslanir eins og við búum til dæmis hér á Akureyri, og við Akureyringar búum ekki við jafn glæsilega verslanir eins og til dæmis Heiðrún í Reykjavík. Auðvitað mótast þetta svolítið á stærð sveitarfélaganna, en hins vegar eru þessar búðir komnar víða um land og ég sé ekki beint að það þurfi að auka þetta fara með þetta inn í búðir vegna þess að það mun eingöngu að mínu mati verða til þess að aðgengi þeirra sem að kannski eru ekki með þetta aðgengi í dag, til dæmis ungs fólks, það verður nær, og talandi um það að þetta verði búð í búð eins og bæjarfulltrúi Baldvin nefndi, það er ekkert skilyrði um það. Þannig að það er náttúrulega, hann benti réttilega á það að þetta er dýrt að halda þennan lager, og það er þess vegna sem ég held til dæmis að smærri búðir muni alls ekkert vera búa til eitthvað búð í búð, þau muni bara hafa jafnvel bjórdollurnar við hliðina á nammi barnum, þess að það er ekkert svo mikið afföll af þeim, sko, það er detta í gólfið. Þannig að þetta er svona, ég mun samþykkja þetta frumvarp, ég ætla ekki samþykkja frumvarp, ég ætla samþykkja þessa bókun. En ég hefði kannski bætt við það að það var einhver góður þingmaður sem sagði það, eða hvort það var einhver fréttamaður sem sagði það, að þegar þetta væri svo búið að ganga frá þessu máli í eitt skipti öll núna á þingi, að þá tækju nú menn sér til og slepptu að ræða þetta næstu 50 árin. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínum. Og þá held ég að allir hafi talað sem að hafa óskað eftir að tala og við göngum til atkvæða þeir sem geta samþykkt framlagða bókum sem bæjarfulltrúi Sóley las upp hér áðan, vinsamlega skrifið merki. Einhverju móti, einn situr hjá. Þá er það 7. liður, það er niðurskurður á samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar og það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Boðaði niðurskurður á samgönguáætlun er áfall fyrir íbúa, fyrirtæki og almenning á landsbyggðinni. Skera þar niður 10 milljarða framkvæmdum í samgöngumálum sem áætlar voru í ár og fresta þar fjölmörgum vegaframkvæmdum vegna þess að fjárlög ársins fylgdu ekki samgönguáætlun. Miðað við boðaðar breytingar á áætluninni er ljóst að Dettifossvegur verður ekki kláraður á árinu 2018 líkt og áður hafði verið stefnt að. Auk þess sem ekkert fjármagn er sett í flughlaðið á Akureyri og má líta á það sem atlögu að möguleikum í flugsamgöngum. Þessar framkvæmdir sem og fleiri sem fyrirhugað er að falla frá eru mikilvæg hagsmunamál fyrir byggðarlög á landinu sem setið hafa á hakanum of lengi. Verkefnin eru liður í því að styrkja innviði landsbyggðarinnar, auka atvinnutækifæri á landsbyggðinni og stuðlaði möguleikum fyrir fjölbreytta uppbyggingu all land. Ljóst er að ef áfram heldur sem horfir, það er fjársvelti til samgöngumála, mun það leiða til hruns í samgöngukerfinu sem mun síðan koma hart niður á ferðaþjónustu og öðrum atvinnugreinum og íbúum landsins. Viðhald og uppbygging vegakerfisins og annarra samgöngumannvirkja er einn mikilvægasti þátturinn til þess að atvinnugreinin nái að vaxa og dafna. Auk þess þarf að horfa til öryggis vegfarenda, en alkunnugt er að mikil og vaxandi umferð allt land þessar mundir vegna aukins ferðamannastraums til landsins og aukinna flutninga á vegum. Það er mín von að þingmenn leiti leiða til þess að koma auknu fjármagni til vegakerfis landsins, meðal annars með öryggissjónarmið að leiðarljósi, sem og að horfa til langtíma sjónarmiða við uppbyggingu innviða landsins í heild. Í aðdraganda síðustu kosninga var skýrt ákall frá þjóðinni uppbyggingu innviða, þar á meðal í samgöngumálum, og voru allir flokkar sammála mikilvægi þess. Að því sögðu vil ég leggja fram bókun sem ég vona verði samþykkt hér og eftir og hún hljóðar eftirfarandi.
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar telur það algjörlega óásættanlegt að nýsamþykkt samgönguáætlun hafi ekki verið fjármögnuð að fullu við gerð fjárlaga 2017. Áætlunin vanfjármögnuð 10 milljarða króna á árinu 2017 og því hefur samgönguráðherra lagt til mikið niðurskurð á þeim verkefnum sem til stóð að framkvæma á árinu. Þriðji áfangi Dettifossvegar meðal þeirra verkefna sem samgönguráðherra leggur til að skorið verði niður og ljóst að vegurinn mun því ekki klárast á árinu 2018 líkt og stefnt var að. Fjármagn í flughlaði á Akureyri mætir niðurskurði og ekki á áætlun. Þessar framkvæmdir og fleiri sem fyrirhugað að falla frá eru mikilvæg hagsmunamál fyrir byggðarlög í landinu og eru liður í því að styrkja innviði landsbyggðarinnar og stuðla möguleikanum fyrir fjölbreytta uppbyggingu allt land. Áframhaldandi fjársvelti til samgöngumála getur leitt til hruns í samgöngukerfinu sem mun koma hart niður á umferðaröryggi, ferðaþjónustu, öðrum atvinnugreinum og íbúum landsins. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar skorar á Alþingi, ráðherra og ríkisstjórn að endurskoða þessa ákvörðun og tryggja þegar það fjármagn sem gert ráð fyrir í samgönguáætlun. Þannig að uppbygging þessara samgöngumannvirkja sem og annarra land allt komi til framkvæmda á árinu samkvæmt áætlun. Takk. Fulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Forseti vill benda á að liðurinn heiti niðurskurður á samgönguáætlun Alþingis. Orðið er laust. Fulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er náttúrulega grafalvarlegt mál sem liggur hérna fyrir fundinum og mjög brýnt að það verði tekið til endurskoðunar. En við megum ekki gleyma því að samgönguáætlun sem nú í gildi var samþykkt 12. október síðastliðnu ári, rétt fyrir kosningar, og eftir því sem ég best veit af öllum viðstöddum þingmönnum sem voru, ef ég man rétt, 45. Þannig að þarna eru þverpólitísk mál í sjálfu sér ræða. Það sem gerir svo að við gerð fjárlaga í desember síðastliðnum, sem menn unnu einnig þverpólitískt, þá kom ekki inn í fjárlög nema rétt 4 milljarðar af þeim 14 sem samgönguáætlunin gerði ráð fyrir á þessu ári, þar að segja árinu 2017. Þannig að það er eitthvað sem gerist þarna sem maður á ekki alveg auðvelt með að skilja. Þannig að samgönguráðherra stendur náttúrulega frammi fyrir því núna, þurfa að forgangsraða verkefnum og við náttúrulega sjáum það að við getum ekki sætt okkur við þær tillögur sem fram hafa komið forgangsröðun, þar sem verið að skera í raun og veru niður megnið af þeim framkvæmdum sem til stóð að fara í hér á Norður- og Austurlandi og jafnvel Vestfjörðum og Vesturlandi líka. Þannig að það hlýtur að vera okkur mikið kappsmál að fá leiðréttingu á þessum ákvörðunum, en það verður sjóst ekkert gert nema að bæta fjármagni inn í fjárlögin til að geta mætt þessu. Við stöndum frammi fyrir því núna að það er verið að tala um það að færa einhverjum 170 milljónir af kísilveginum yfir á Dettifossveg, þar sem fyrir 150 milljónir sem voru eftir á síðustu ári, sem er einhverja 320 milljónir sem rétt duga til að klára annan áfanga. Þá er allur þriðji áfanginn eftir sem var áætlað að kostaði ekki minna en 1600 milljónir og samkvæmt áætlun átt að fara í hann 800 milljónir á þessu ári og aftur 800 milljónir á næsta ári. Dettifossvegurinn er gríðarlega mikilvægur fyrir þetta svæði. Við getum spurt okkur af því hvar suðvesturhorni og Suðurlandi væri ef gullni hringurinn væri ekki til staðar. Ég held að maður velti því kannski ekki alveg fyrir sér. Þetta er gríðarlega mikilvægt að fá þennan demantshring sem Dettifossvegurinn er raun og veru að loka þeim hring þegar hann kemur til þess að geta markasett þetta svæði enn betur en nú er sem ferðamannastað.
Og þetta ekkert síður, skiptir þetta ekki síður máli fyrir Norðausturhornið. Síðan náttúrulega vitum við að það þarf að fara í mikla framkvæmdir hér í tengslu við útskot vegna útsýnis stoppistöðva sem að eru náttúrulega að verða eitt af stóru málana hérna á þessu svæði ásamt brúagerð hér og þar. En þetta allt saman mál sem að við verðum með einhverjum hætti að koma inn í, en við megum reyndar ekki gleyma því sem að líka vel gert og það komið á daginn núna að það verður undirritaður samningur smíði á dráttarbáti hérna fyrir hafnarsvæði hér núna á fimmtudaginn og það náttúrulega hluti af þessum fjármunum sem að fara í það og það bara gott að það skuli vera komið í gegn en það er mjög þarft mál. En það þess vegna full ástæða til þess að brýna þingmenn í því að gera eitthvað í þessum málum og það verður ekkert gert hvað þessa grunnþjónustu varðar öðruvísi en að setja meira fjármagn inn í verkefnið. Það verður bara ekkert hjá því komist, því miður, ef að menn að horfa á það sem miður. Því að við erum að vissu leyti á svona hagvaxtarskeiði og það ekkert endilega gott að vera dæla miklu fé inn í kerfið á þessum tíma en ég heldur bara komist ekkert hjá því. Þannig að ég tek heils hugar undir þessa tillögu sem svo sem búin að fara hér á milli fólks og ég held við séum öll sammála að sé þessi virði að styðja hana og koma okkar sjónarmiðum þannig á framfæri. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara fagna því að við séum að taka þetta mál hérna fyrir í bæjarráð og bæjarstjórn og koma með þessa bókun vegna þess að þetta afskaplega mikilvægt mál fyrir okkur og það hefur komið hér fram í máli bæði bæjarfulltrúa Ingibjargar og bæjarfulltrúa Gunnars hversu stórt mál þetta er. Dettifossvegur hefur verið eitt af því sem við höfum lagt mikla áherslu á í sóknaráætlun landshlutans sem við höfum verið að vinna með og Eyþing hefur lagt mikla áherslu á það að Dettifossvegur verði að veruleika. Við höfum að sjálfsögðu líka bent á flughlaði hér á Akureyrarflugvelli og það liður í því sem við höfum talið mikilvægt það að dreifa ferðamönnum um landið og síðan að geta tekið á móti þeim og það eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á. Við eigum ekki að sætta okkur við það að Dettifossvegur sé endalaus ófær fyrir ferðamannin vegna þess að þetta er bara svipað mikilvægt fyrir þetta landsvæði eins og Gullni hringurinn í Reykjavík og þetta gefur okkur og þessum landshluta öllum sóknartækifæri ferðaþjónustu og þá erum við ekki síst að horfa til svæðan sem eru hérna fyrir austan okkur, þessara brothættu byggða sem eru í Kelduhverfi og Öxarfirði og þar austur af. Þetta skiptir miklu máli fyrir þetta svæði og ferðaþjónustu alla á þessu svæði og mér finnst bara eiginlega hálf grátlegt að Alþingi skuli á haustdögum samþykkja þessa samgönguáætlun sem var mikil sátt menn voru þarna stíga skref, menn það ákveðin hagvöxtur í samfélaginu, það hefur verið góður gangur og menn hafa jafnvel talað það að ríkissjóður sem eigi nóga peningum og það sé bara spurning hvað ég að gera við þá en við höfum sett fjármuni í þetta, eða ætluðum að setja fjármuni í þetta, síðan það ekki gert í fjárlögum og það vantar 10 milljarða upp á það sem að menn voru búin að ná sátt án þess að sé nokkuð rættu einn eða neitt það. Og nú eru samgönguráðherra, hann er svolítið bundinn svolítið við þetta að sjálfsögðu með fjárlögin og hann verður að koma einhverjar tillögur en það hlýtur að vera að menn þurfa að taka þetta bara inn í Alþingi, að ræða þetta upp á nýtt og það verður bara að bæta fjármunum inn í þetta. Menn hljóta þurfa að standa við það sem þeir ætluðu sér að gera. Þetta orðið lykilspursmál fyrir alla landsbyggðina. Það verið að taka, og ég meina við sjáum bara ekki, það ekki bara hér sem við erum að tala um Dettifossveginn, heldur sjáum þetta allt í kringum landið. Að við skulum búa við það núna árinu 2017 að við erum ennþá með hluta hringvegunum ómalbikað sem dæmi. Þetta náttúrulega eitthvað sem við þurfum að fara að koma í endam á og það þarf að fara að koma einhverju samgönguáætlun í gang sem hægt að vinna eftir. Það hlýtur að vera krafa okkar núna að Alþingi endurskoði þetta mál og
og menn breyti þessu og komi þeim þeim framkvæmdi sem áætlað voru á árinu 2017 í framkvæmd. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem ekki fleiri hafa óskað eftir að taka til máls, þá berum við upp bókunina sem að bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen las upp hér áðan, þeir sem geta samþykkt þá bókun vinsæla skeiðmerkið. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 7. liður í dagskrá, það er starfsáætlun og stefnuræða nefnda og það er formaður frístundaráðs og bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Áramótin sameinuðustu samfélags- og mannréttindaráð og íþróttaráð í eitt ráð. Frístundaráð. Þetta byrja vel hjá mér. Við höfum fundað 3 frá áramótum og erum að einhverju leyti enn í mótum. Við tilheyrum núna samfélagssviði með 9 sviðsstjóra og 2 deildarstjórum sem heyra undir frístundaráði. Samkvæmt nýrri samþykkt er verkefni ráðsins að fjalla jafnréttismál og önnur mannréttindamál, fjölskyldumál, tómstundamál, íþróttamál og forvarnamál í umboði bæjarstjórnar Akureyrar eftir því sem nánar segir í samþykkt sem gerð er í samræmi við samþykkt stjórn og fundarsköp Akureyrar kaupstaðar. Helstu verkefni ráðsins eru jafnréttismál í bæjarfélaginu, eftirlit með framkvæmd laga ávana og fíkniefni, rekstur og starfsemi íþrótta, félags- og tómstundamiðstöðva á vegum bæjarins og samskipti bæjarins við félög sem starfa á þessu sviði og njóta meðal annars styrkja frá frístundaráði, að stuðla að öflugu frístunda- og íþróttastarfi á Akureyri og hafa það samstarfi aðila sem starfa á því sviði, forgangsröðun og tillögur og staðarvali og uppbyggingar nýrra mannvirkja fyrir þá málaflokka sem heyra undir ráðið, stuðla að góðu upplýsingaflæði ásamt hlutaðeigandi aðilum frístundamál og þá heilsueflandi þjónustu sem stendur bæjarbúum til boða. Eftirfylgni með stefnum sem heyra undir frístundaráð. Undir ráðið eru háar upphæðir eða 2 milljarða, enda íþróttamál mjög stór málaflokkur hjá Akureyrarbæ. En með mér í ráðinu situr hópur af góðu fólki, en það eru þau Óskar Ingi Sigurðsson, Arnar Þór Jóhannesson, Þórunn Sif Harðardóttir og Jónas Björgvin Sigurbergsson, auk Ölfu Dröfn Jóhannesdóttir sem situr sem áheyrnarfulltrúi. Sviðsstjóri er Kristinn Reymarsson og deildarstjórar eru Alfa Aradóttir, forvarnar og frístundadeild, Ellert Örn Erlingsson á íþróttadeild. Já, og mig langar að byrja á nokkrum góðum hlutum sem hafa áunnast á tímabilinu. Það var skrifað undir samning innleiðingu barnasáttmálans, meira fjármagn sett í forvarnir, unnið af innleiðingu og kynjaðri fjárhagsáætlanagerð, hækkun frístundastyrks en hann er nú 20.000 krónur, framlengt verkefni með sértækt hópastarf, endurnýjun á samning við félag eldri borgara, viðmið fyrir skjánótun gefin út á segli og sett í öll hús. Þessi listi er ekki tæmandi. En þar sem þetta er nú stefnuræða en ekki stöðuræða ætla ég aðeins að fara að tala framtíðina. Barnasáttmálinn. Í kjölfar þess að Alþingi lögfesti barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í febrúar 2013 hafa skapast umræður hlutverk og ábyrgð íslenskra sveitarfélaga við innleiðingu sáttmálans. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 25. febrúar 2016 tilboð frá UNICEF á Íslandi að verða tilrauna sveitarfélag við innleiðinguna barnasáttmála samkvæmt hugmyndafræði barnvæn sveitarfélög. Það er búið að stofna stýrihóp utan verkefni og hefur verið fundað einu sinni. Áætlað er að þessi stýrihópur skili af sér skýrslu framkvæmd tilraunaverkefnisins í árslok 2018. Þessu getum við sem sveitarfélag verið stolt af. Við erum byrjuð á þessari vinnu og munum gera okkar besta til þess að vera fyrirmynd annarra sveitarfélaga við innleiðingu barnasáttmálans. En að henni lokinni getum við fengið titilinn Akureyri barnvænt sveitarfélag eða Child Friendly City. Ungmennaráð og öldungaráð. Í dag eru starfandi ungmennaráð og í samvinnu við það er verið að vinna að nýrri samþykkt fyrir ráðið. Þar sitja gríðarlega flottir einstaklingar sem eru ráðinu til sóma. Ýmsar hugmyndir hafa komið upp varðandi ungmennaráð.
til dæmis hvort þau ættu að fá að sitja í nefndum sem áheyrnarfulltrúar eða fá greitt fyrir sína fundarsetu. Við erum að skoða hvaða fyrirkomulag gæti betur dregið ungt fólk til starfa fyrir bæinn og opna augu þeirra fyrir því að þau geti og eiga að hafa áhrif. Einnig er líklegt að vinna við innleiðingu barnasáttmálans hjálpi til við að fá samfélagið allt til að leita til unga fólksins. En fulltrúar frá ungmennaráði sitja í vinnuhóp við innleiðingu barnasáttmálans, sem er mjög gott. Samstarf við félag eldri borgara hefur gengið mjög vel og sama má segja starfsemi öldungaráðs. Forvarnir og frístundir. Í fjárhagsáætlun fyrir 2017 var ákveðið að setja meira fjármagn í forvarnamál og verða ráðnir 2 forvarnafulltrúar í 70% starf. Með þessum stöðugildum við bæði að auka þjónustu við börn í vanda og leið að skapa svigrúm til að vinna betur að forvörnum. Áhersla verður lögð á að bæta þjónustu við 16 til 18 ára ungmenni sem þurfa þjónustu að halda og taka einnig skref í áttina af samfelldri þjónustu við börn. Í dag erum við að gera margar spennandi hluti fyrir þennan aldurshóp, bæði í samstarfi stofnanir innan kerfis sem og ríkisstofnanir, svo sem heilsugæslu, geðdeild SAK, virk starfsendurhæfingu, framhaldsskólana og Vinnumálastofnun. Unnið er að þeirri hugmynd að Rósenborg, ungmennuhúsið, verði nokkurs konar þjónustu anddyri fyrir ungt fólk í vanda, en þar á bakvið sé heildstætt yfirlit yfir stuðning fyrir ungt fólk. Í undirbúningi er undirritun samstarfssamningar vegna verkefnisins við þessa aðila. Allir eru sammála mikilvæga verkefnisins sem tækifæri til bættara þjónustu. Vonir standa til að gangi þetta eftir verður þetta mjög til bóta fyrir samfélagið og í raun brautryðjandi verkefni í þjónustu við ungt fólk land allt. Við munum einnig bjóða upp á meira klúbbastarf á miðstigi sem hefur mikið forvarnagildi. Markmiðið er að fækka börnum sem einangrast eða lenda í alvarlegum útistöðum vegna áhættuhegðunar eða lélegra félagsfærni. Ætlunin er að draga úr brottfalli í þessum aldurshópi sem og að ná til þeirra ungmenna sem eru óvirk. Markmiðið er að koma þessum hópi í virkni sem sparar okkur fjármuni síðar í kerfinu. Félagsmiðstöð Akureyrar heldur úti viðamiklu starfi fyrir börn og unglinga á Akureyri. Sama má segja starfsemi Punktsins sem býður upp á námskeið fyrir börn jafnt sem fullorðnar. Þessu starfi þurfum við að hlúa að. Jafnréttismál. Í samningi á milli meirihlutans var samþykkt að innleiða kynjaða fjárhagsáætlanagerð. Við höfum lagt áherslu á að klára þá innleiðingu en það er langhlaup. Vandinn er að komast nær deildunum. Við lögðum til og var það samþykkt í jafnréttisáætlun að koma svokölluðum þróunarleiðtogum. Þeir hafa það hlutverk að vera málsvari kynjasamþættingar og í kynjaðri fjárhagsáætlanagerð. Þetta er hugmynd sem við sækjum til Svíþjóðar og hefur reynst vel þar. Þetta er að sjálfsögðu ekki fullt né nýtt starf heldur. Þetta er tímabundið verkefni sem einhver innan deildar tekur að sér. Þróunarleiðtogar hittast einu sinni í mánuði og utanumhald og umsjón væri þá hjá aðstoðarmaður bæjarstjóra og frístundaráði. Þetta er verkefni sem við ætlum að klára, það er að velja þróunarleiðtoga í nefndir og deildir á þessu kjörtímabili vegna stjórnsýslubreytingar hafa orðið töf á. Eitt af því sem við erum líka að vinna að er jafnlaunavottum en áætlað er að byrja úttekt hjá starfsmönnum Akureyrarbæjar fyrir sumarið. Eins með jafnréttisáætlanir fyrir deildir og stofnanir á vegum bæjarins, við þurfum að kalla á eftir þeim. Ég sé til dæmis tækifæri þar í nýju frístundaráði að herja enn frekar á jafnréttisáætlanir frá íþróttahreyfingunni. Eins að skoða hvernig okkar fjármagni er varið í íþróttum miðað við þar sem þar eru fleiri stelpur eða fleiri strákar. Íþróttamál. Núgildandi íþróttastefna Akureyrarbæjar var samþykkt í bæjarstjórn í mars 2011 og er því orðin 6 ára gömul. Markmið stefnunar er enn í góðu gildi en enga síður er nauðsynlegt að fara í þá vinnu að endurskoða stefnuna og þær leiðir að markmiðunum sem eru í núgildandi stefnu. Það hefur áunnist á þessum tíma í íþróttamálum bæjarfélagsins en það má alltaf gera betur.
Á Akureyri er fjölbreytt íþróttastarf sem að mestu er borið upp af frjálsum félagasamtökum. Hlutverk okkar er að styðja við og efla þetta góða starf í bæjarfélaginu, jafnt almenningsíþróttir sem keppnis- og afreksíþróttir. Tilgangurinn er að fjölga tækifærum íbúa og gesta til reglulegar hreyfingar sem er mikilvægar forvarnir og vinna þar með auknu heilbrigði í samfélaginu. Frístundaráð er nú á næstu vikum að fara í gang með stefnumótun vinnu í íþróttamálum og verður sérstaklega horft til þess hvernig við getum enn betur skilgreint samstarf bæjarfélagsins við íþróttahreyfinguna og þá við IBA sem eru regnhlífasamtök íþróttafélaganna í bænum. Akureyrarbær er með rekstrarsamning vegna mannvirkja við stærstu íþróttafélaganna í bænum, auk þess sem stuðningur við nánast öll félög í gegnum samning við IBA. Unnið hefur verið í endurskoðun á samstarfssamningu milli Akureyrarbæjar og IBA sem tekur á samskiptamálum, styrkveitingum, rekstrarlegum þáttum, framkvæmdamálum auk annarra sameiginlegra hagsmunamála. Bind ég vonir við að sú stefnumótavinna sem er að fara í gang skili af sér jákvæðri niðurstöðu öllum málsaðilum til heilla. Uppbygging íþróttamannvirkja hefur verið mikil á Akureyri gegnum árin. Við höfum nú staðið fyrir uppbyggingu og aðstöðu við Nökkva, félaga siglingamanna, og á síðasta bæjarráðsfundi var samþykkt að fela bæjarstjóra að hefja viðræður við vini Hlíðarfjalls kaup á nýrri skíðalyftu. Nú er í gangi miklar framkvæmdir á sundlaugasvæðinu þar sem verið er að setja upp nýjar rennibrautir og lendingarlaug. Það er engin spurning að þessar framkvæmdir munu skila sér í aukinni aðsókn bæði heimamanna sem og ferðamanna að sundlauginni sem er auknum gæðum í starfsemi sundlaugarinnar. Það má til gamans geta þess að aðsókn að sundlauginu á Akureyri á árinu 2016 var svo næst fjölmennasta en alls komu rúmlega 365.300 gestir í laugina. En aðeins á árinu 2014 hafa komið fleiri gestir en þá komu tæplega 370.000 gestir. Uppbygging mannvirkja fylgir aukinn rekstrarkostnaður og viðhald á þeim. Á þessu ári verður farið í endurbætur á nokkrum mannvirkjum og má þar með nefna umtalsverða endurbætur á Laugagötu. Skipt verður gólfefni í íþróttahúsinu Glerárskóla, André við Giljaskóla verður stækkað og svo verður sett upp skiptitjald í K-húsinu. Akureyrarbær og embætti landlæknis undirrituðu samstarfssamning á Akureyri 28. ágúst 2015 þátttöku Akureyrarbæjar í verkefninu Heilsueflandi samfélag. Heilsueflandi samfélag miðar að því að þróa samfélagslega ramma utan markvissa og heildræna heilsueflingu allra aldurshópa. Í þeim tilgangi eru lagðar til grundvallar 4 áhrifaþættir heilbrigðis sem unnið er að með næringu, hreyfingu, geðrækt og lífsgæði. Frístundaráð mun halda utan vinnu við þetta verkefni og móta frekari línu í áframhaldandi vinnu við það að efla samfélagið á Akureyri út frá heilsusjónarmiðum. Það má vekja athygli á því að í atvinnustefnu Akureyrarbæjar 2014 til 2021 er sérstakur kafli lýðheilsu, heilbrigði og umhverfismál. Þar stendur: Samfélagið á Akureyri verði í fararbroddi á sviðum lýðheilsu, umhverfis og íþróttamála og byggi á góðri aðstöðu og metnaðarfullri þekkingu íbúa, stofnana og fyrirtækja. Markmið undir þessa stefnu var að Akureyri yrði heilsueflandi samfélag. Þó svo að þetta sé sett í atvinnustefnu bæjarins snertir þetta öll svið bæjarins og það er atvinnustefna og íþróttastefna bæjarins nú komið undir einn stjórnsýsluhatt á samfélagssviði. Verður vonandi til þess að hægt verði að ná betri heildrænni nálgun á leiðir til að ná fram þeim markmiðum sem sett voru fram í þessum stefnum og í tengslum við verkefnið Heilsueflandi samfélag. Hér fyrir ofan Stikla á stóru og mikið af flottu starfi sem vinnst undir frístundaráði og mikið af spennandi verkefnum framundan. En ég ætla að loka þessari ræðu á að tala hversu magnað starfsfólk frístundadeildar er. Það er eiginlega alveg ótrúlega mikið af flottu og vönduðu starfi sem fer þarna fram og þróunin sem hefur verið þarna undanfarin ári endurspegla metnað og ástríðu starfsfólks. Ég vil sérstaklega þakka Kristíni Reymarsyni, Ellerti
Ölfu og Bergljótu fyrir gott samstarf og í full tilhlökkunar að vinna áfram með þeim og öllum á deildinni og sjálfsögðu í nefndinni. Með von góðar umræður. Bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Silju Dögg fyrir yfirferðina. Þau verkefni sem að frístundaráð hefur verið að vinna að og sem Silja Dögg taldi hér upp samræmast held ég allflest vel þeim stefnumálum sem við Sjálfstæðisflokkurinn setti fram fyrir síðustu kosningar. Þannig ég er bara mjög ánægð með það. Ég er sérstaklega ánægð með hækkun á frístundastyrknum og útgefnum seglum skjánótkun. Ég veit að segullin hefur verið hugarefni Bergþóru bæjarfulltrúa í mjög langan tíma. En það er nokkur atriði hérna sem ég langa að spyrja út í og fara betur yfir. Ég langa að spyrja Silju að því ég þekki það ekki, hvernig ungmennaráðið er kynnt fyrir ungmennum? Það er náttúrulega markmið að ungmennaráðið verði virkur samráðsvettvangur við bæjaryfirvöld. Ég held við getum gert enn betur. Veit reyndar að þau hittu bæjaráð fyrir stuttu síðan. En við höfum líka rætt hér áður hvort að við ættum að gera fulltrúar ungmennaráði sem áheyrnarfulltrúa inn í til dæmis fræðsluráð og jafnvel inn í frístundaráð. Og mér finnst við aldrei hafa klárað þessa umræðu. Þannig að ég hefði bara vilja óska eftir því að þetta yrði tekið inn í frístundaráði og jafnvel inn í bæjaráði hvað við viljum fara með þetta mál. Eða hvernig við viljum fara með þetta mál. Ég er allan á því að við ættum að prófa að fara þessa leið. Við bæjarfulltrúar fórum hér til Reykjavíkur í síðustu viku og hittum þar borgarstjórn og það er nýtt í tíman og fékk þær upplýsingar hvernig þau hafa verið að haga þessum málum hjá sér og þar eru þau allan með fulltrúa úr ungmennaráði inn í fræðsluráði og auðvitað fer það svolítið eftir einstaklingum sem fer þar inn en ég allan að heyri það að sá fulltrúi sem er það núna er ofboðslega virkur og er að gera mjög vel. Þannig að mér finnst við ættum að láta þetta reyna. Ég fekk líka þær upplýsingar að í Reykjavíkurborg er það þannig að það er ungmennaráð í hverju einasta hverfi Reykjavíkurborgar og síðan er eitt ungmennaráð skipað frá einum fulltrúa úr einu hverfi. Og það gerir það til dæmis til þess að ná betri tengingu inn í skólana. Þannig að mér langar að spyrja hvort að við sem virkar tengingar inn í skólana í gegnum ungmennaráðin þá inn í jafnvel nemendafélög inn í skólanum, bæði þá á grunnskólastigi og framhaldsskólana. Ég varð allan að vör við það þegar við vorum að undirbúa okkar stefnuskrá að þá var þetta allan ekki virt inn í skólana. Þannig að mér langar að spyrja hvort það hefur breyst og allan að legg þá til að við skoðum það betur. Eins höfum við ítrekað rætt það að málefni tengjast eldri borgurum verði lögð fyrir öldungaráð. Þetta verðum við að setja í skilvirkara form heldur en í dag. Þetta fór vel af stað, er mér sagt allavega, af þau sem sitja í öldungaráði, en svo hefur aðeins dregið úr, en þarna líka ættum við alveg að taka umræðum það, á öldungaráði jafnvel að eiga fulltrúa í velferðarráði og jafnvel frístundaráði. Og þar fengjum við þá fulltrúa þeirra beint inn í umræðuna. Síðan er líka spurning, á formaður öldungaráðs endilega að vera fulltrúi bæjarins, yrði öldungaráðið jafnvel virkara ef það væri fulltrúi eldri borgara. Þannig að ég geti alveg trúið að þá kemur meiri pressa frá eldri borgurum á það að við værum að sinna þeim og værum að leyfa þeim að taka þátt í umræðinni. Varðandi kynju fjárhagsáætlanagerðina, ég vil kannski bara vilja fá aðeins betri upplýsingar hvar það verkefni er statt, því að ég hef ekkert orðið vör við þetta í þær nefndum sem ég hef setið í
og varð ekkert vör við þetta í fjárhagsáætlunargerðinni í haust. Þannig að á hverju strandar og fá kannski aðeins betri upplýsingar það. Varðandi Hlíðarfjall, ég fagna því bara verulega að við ætlum í frekar uppbyggingu á skíðasvæðinu og mér finnst bara vinir Hlíðarfjalls eiga heiður skili fyrir sitt framlag og frumkvæði að þessu verkefni. Mér finnst bara óbúðslega jákvæð þegar einkaaðilar sýna vilja til að koma að uppbyggingu í samfélaginu. Mér finnst það alveg til fyrirmyndar. En í áður samþykktum stjórnsýslubreytingum átt að færa Hlíðarfjall frá að þá hét Íþróttaráði yfir í Akureyrarstofu. Mér langaði bara að spyrja hvar það mál stendur, af því að ég allan að sitja í Akureyrarstofu og það hefur ekki komið inn okkar borð ennþá. Svo Silja Dögg fór yfir, bæjarfulltrúi og formaður vísindaráðs, þá talaði um að núgildandi íþróttastefna Akureyrarbæjar hafi verið samþykkt í bæjarstjórn 2011. Ég er bara hjartanlega sammála því að það þurfa að taka og endurskoða stefnuna. Við erum hlutfallslega að eyða meira í þennan málaflokk heldur en önnur af stærri sveitarfélögunum og því finnst mér bara ofboðslega mikilvægt sem er mjög skýra langtímastefnu og virka framkvæmda áætlun varðandi aðstöðu til íþróttaiðkunar. Við sjálfstæðismenn vorum með í okkar stefnuskrá skoðuð hagkvæmni þess að færa yfirstjórn íþróttamála til IBA. Þannig mér finnst bara mjög jákvæmt að það sé verið að endurskoða þann samning og þá ef við ætlum jafnvel að ganga svona langt þá finnst mér enn mikilvægara að langtímastefna okkar sé skýr í þessum málum. Ég meina ætlum við að vera með þá stefnu að ýta undir það að stærri félögin sé að taka inn til sín þau smærri eða ætlum við að vera með þá stefnu að smærri sé meira sameinast. Þannig að svo ég nefni bara eitt af þeim málum. Bæjarfulltrúi Gunnar hefur nokkuð sem nefnt hér hvernig við erum að ráðstafa tímum í íþróttahúsum bæjarins. Það fyrir hlutfallslega lítill tímafjöldi til almennings, þó svo að búið sé að fjölga íþróttamannvirkjum síðust árin, þá verður það ekki aukist, en ástæðan er að á sama tíma og mannvirkjum hefur verið fjölgað, þá hafa íþróttafélögin bara fjölgað æfingum hjá börnum og úlingum og fært aldur iðkenda enn neðar en áður var. Mér finnst að við þurfum að taka þessa umræðu og ákveða hvaða stefnu við ætlum að taka í þessum málum, sérstaklega ef við erum að horfa á að vera heilsueflandi samfélag fyrir alla aldurshópa, eins og í rauninni verkefni gengur út á, það gengur út á alla aldurshópa. Silja nefndi framkvæmdir við sundlaugina og ég ætla nú bara rétt svo að vona að þessar framkvæmdir og þá sérstaklega þessi rándýra rennibraut eigi eftir að auka aðsókn, annars verði fyrir verulegum vonbrigðum. Mér langaði aðeins að spyrja með nýtingu á Laugagötu. Ég veit að það er verið að nýta það að hluta til fyrir júdó, en er verið að nýta húsið að fullu í dag eða er einhverjar aðrar hugmyndir með framtíðarnýtingu. Silja Dögg fór aðeins inn á hlutverk ráðsins að það er að stuðla að góðu upplýsingaflæði ásamt hlutaðeigandi aðilum frístundamál og þá heilsueflandi þjónustu sem stendur bæjarbúum til boða. Þarna finnst mér að atriði sem við getum gert enn betur í. Við erum með heimasíðu sem heitir visitakureyri.is. Þar geta ferðamenn fengið upplýsingar flestalla gististaði og veitingastaði og afþreyingu hérna í bænum. Mér finnst í rauninni kannski vant að svipaða síðu varðandi íþróttir og tómstundir. Að allir aðilar geti sett þarna upplýsingar inn, þannig að það væri mjög auðvelt aðgengi fyrir almenning og foreldra að leita þessum upplýsingum. Ég veit að IBA er með bara sína aðila, en það er ekkert sameiginlegt fyrir alla tómstundir eða íþróttir, ekki svo ég viti allavega. Að lokum langar mig bara að taka undir með Silju fyrir þakkir og hrós til starfsfólks frístundasviðsins og ég er bara alveg sammála því að það er unnið mjög metnaðarfullt starf og svo bara hlakka ég til að sjá hvernig komandi verkefni minnast. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínum, þá tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara í fyrstu til að lýsa ánægju minni yfir því að við skulum vera að hlusta hér á ræðu formanns frístundaráðs í fyrsta sinn. Við erum hérna búin að sameina samfélags- og mannréttindaráð og íþróttaráð undir einn hatt, frístundaráð, sem að við töldum við stjórnsýslubreytingarnar sem við fórum í á síðasta ári vera afar mikilvægt. Og ég held að, og mér sýnist og ég er sannfærður það að þetta oftar var gæfuspor fyrir okkur, að við séum að sameina þessa liði sem eiga svo mjög saman í allri áherslu og allri umræðu í samfélaginu. Þannig að ég bara fagna því að þetta sé komið á þennan stall. Ég held við verðum líka að passa okkur á því þegar við ræðum þetta að við pössum okkur á því í framtíðinni, bæði nú í þessar umræðu og bara í áherslu flokka á næsta kjörtímabili, að þetta frístundaráð sem á að taka á öllum þessum málaflokkum sem að voru undir samfélags- og mannréttindaráði og íþróttaráði. Það voru áhyggjusmanna, mann hefði áhyggjur af því að þetta myndi drukna í einhverju íþróttaumræðu og það er mikilvægt að við höldum vöku okkar í því vegna þess að þetta ekki bara íþróttir. Í því sambandi þá skal ég segja fóru við og okkur bæjarfulltrúum, eða ekki í því sambandi, en okkur bæjarfulltrúum var núna boðið í síðustu viku að heimsækja Rósenborg og ungmennaráð og það var fyrir okkur bæjarfulltrúum afskaplega áhugavert. Ungmennaráð akkurat að sækjast eftir stærra og meira hlutverki og þar var akkurat rætt þessa möguleika á því og mér skilst að það kom nú fram í máli ungmennina að þau ætluðu sér að senda inn erindi til bæjarins, þar að segja frístundaráðs og þá líka væntanlega í framhaldinu til fræðsluráðs að fá að koma með áheyrnarfulltrúa inn í þau ráð og þetta þá tekið fyrir á pólitísku vettvangi. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt og við tölum það. Þau höfðu áhuga á því að setjast inn sem áheyrnarfulltrúar og ég held að sé mikilvægt að menn taki þetta í skrefum og frístundaráð og fræðsluráð eru kannski þau ráð sem gott að þau byrji á. Í sumum sveitarfélögum hefur þetta verið farið þá svo leið að þau sitji í öllum ráðum til að mynda Seltjarnarnesi en þetta verður að mínum að þróast. Ungmennaráð verður að finna tilgang og hlutverk sitt í þessum málum og það lofa minnstu góðu þegar ungmenni sem við hittum á þessu fundi voru mjög áhugasöm og ég bara vænti mikils af þeim í umræðum akkurat í nefndum þau mál sem að snúa að ungmennum. Ég vil líka lýsa yfir mikil ánægju minni með þá starfsemi sem í Rósenborg og þarna þegar þetta kvöld sem við áttum þarna með unga fólkinu, þá var mikil líf. Það félagslíf þarna og mikið líf og þarna erum við akkurat að sinna markhóp sem að kannski ekki akkurat í íþróttum. Þetta fólk sem að þarf ungu krakkar sem að við þurfum að ná í til þess að stunda tómstundir og eins og kom fram í ræðu formanns í frístundaráðs, þá akkurat verið að reyna að virkja þessa krakka sem að kannski þurfa félagslega aðstoð til þess að komast í virkni. Þannig að ég mjög ánægður með það. Ég ætla bara aðeins að því að hér hefur verið rætt hvar kynju fjárhagsáætlunargerð stendur og bæjarfulltrúi Eva talaði það og ég þá langar mig bara til að segja ykkur það að á bæjarráði á fimmtudeginum þá vorum við akkurat að fara að taka fyrir verklagsreglur viðauka og eitt af því sem í þeim verklagsreglum það að við erum þá að taka upp svokallaða gátlista við viðaukagerð varðandi kynjaða fjárhagsáætlun og það sem sagt verður þannig og það kemur fram í þessum reglum að það bara skylda þegar og ef þarf að koma til viðauka að ráðin fylli út þennan lista sem þennan gátlista varðandi kynja fjárhagsáætlunargerð. Þetta svona fyrsta skrefið og ég vænti þess líka að við erum að stefna því að nota þetta þá líka við fjárhagsáætlunarvinnuna fyrir árið 2018 sambærilega lista og þá fyrst og fremst varðandi það sem við erum þá að koma til með að breyta á milli ára ef það koma einhverjar nýjar áherslur þá sé það fyrsta skrefið, svo kannski í framtíðinni verði þetta alveg kynjagreint og mikið af þessu til margar upplýsingar til en það þarf að safna þeim saman en þetta námast í fyrstu skrefin. Ég fagnaði líka því sem kom fram hjá formanni frístundaráðs Silju Dögg, það að þetta orðið sameiginlegur málaflokkur og þá gefst kostur á því að skoða jafnrétti í íþróttum. Og ég held að það sé afskaplega mikilvægt að við reynum átt okkur á því hvernig jafnrétti í íþróttunum háttað.
og hvernig við erum þá líka að deila þeim fjármunum sem við erum að láta hér út frá okkur. Við erum, eins og hefur komið fram, þá eru miklu peningar sem renna til íþróttamála og það er mikilvægt að sjá það hvernig þeim er ráðstafað. Ég hvet frístundaráð og Silju Dögg bæjarfulltrúa og formann frístundaráðs til þess að hafa forgöngu það að vinna að athugun á þessum málum. Þetta hefur verið gert og það bara safnum svo saman fyrir okkur þannig að þetta liggi fyrir. Ég veit að miklar upplýsingar eru til og bæði fyrirhandi íþróttaráð var með þetta og líka íþróttafulltrúi, en ég held að sé bara alltaf þörf á því að vera að rifja þetta upp hjá okkur. Við séum alltaf meðvituð þessar upplýsingar, hvernig við erum að ráðstafa peningunum út frá þá kynjaðri fjárhagsáætlanagerð. Og þetta er málaflokkur sem ég tel mikilvægt að við horfum til. Það hefur verið mikið rætt íþróttastefnu og kom fram í máli hennar Silju Döggar bæjarfulltrúa. Ég held að sé mjög mikilvægt að þessi stefna komist á laggirnar sem fyrst. Við erum að lenda í ýmsum málum og ég held að sé mikilvægt að við förum sem sveitafélag að marka okkur stefnu hvað við viljum teygja okkur langt í fjölda íþróttagreina og fjölda félaga. Það er bara þannig að það virðist vera einhver svona sjálfvirkni, menn geta komist inn og svo eru menn búin að stofna deildir innan félaga, frjálsíþróttadeildir innan ákveðna félaga og svo framvegis sem er kannski alls óskylt, eða er bara óskylt þeirri starfsemi sem það er með hverju sinni. Þannig að menn hafa þessa möguleika og þetta kostar allt meiri fjárútlát fyrir IBI eða Akureyrarbæ og það er sífellt meiri krafa aukna tímanotkun. Það er þannig að það virðast öll félög vera að stækka og allir eru að auka við sér iðkandafjölda og allir þurfa fleiri tíma og stærra húsnæði og þetta virðist vera alveg óþrjótandi. Þess vegna er svo mikilvægt að koma þessari stefnu á hvert ætlum við að fara í þessu. Þetta er bara svona eitthvað sem við verðum þetta er svona eins og ég segi, þetta er pínlítið eins og pottur sem er kraumar alltaf, við verðum bara að setja loki á hann og halda lokinu á vegna þess að við getum ekki bætt endalaust þannig. Það er bara þannig. Þannig ég held að við þurfum aðeins að taka þetta svona fastari tökum með þessa íþróttastefnu og þá líka skilgreina betur hlutverk IBI í þessum málum og IBI verður að vera meira svona kannski þá stefnumótandi fyrir íþróttahreyfinguna í náttúrulega samráði við Akureyrarbæ, en það þarf að liggja fyrir svona hvað við ætlum okkur. Þannig að það er alveg ljóst að Akureyrarbær hlutfallslega meira heldur en aðrir í mörg önnur sveitarfélög í íþróttamál. Við höfum gjarnan vilja kannski nýta þessa fjármuni með öðrum hætti. Við erum núna, sem betur við búin að auka íþróttastyrki og það er ekki kallað íþróttastyrki, bara að við erum að tala tómstundamál og frístundaráð, hætti að tala íþróttastyrki. Við erum að frístundarstyrki hefur verið að hækka og þeir eru konið upp í 20.000. Við ætlum að það verði 25.000 í lok kjörtímabilsins. Og þetta er eitthvað sem þarna eigum að ná til foreldra, þarna eigum að ná til fólks til þess að fá börn til að taka þátt í tómstundum og íþróttum og þetta er mikilvægt að við getum haldið þessu. Þannig að við séum að láta meira að peningu fara að vinna fyrir okkur og minna kannski í steypu. Það er rétt það kom fram í máli Evu hérna og líka í ræðu Silju Döggar bæjarfulltrúa að það er að fagnaðarefni að við skulum vera að fara í uppbyggingu í Hlíðarfjalli og það er ljóst að Hlíðarfjall er aðdráttarafl og það voru ekki að hugsa þetta orðið og það hefur komið fram að Hlíðarfjall eigi að fara undir Akureyrar ég held að það sé nú bara vegna þess að við erum í þessu stjórnsýslubreytingum að það hefur tafist en ég vænti þess og líka það fyrir ekki stjórnsýslubreytingum heldur þessari úthýsingamöguleikum að það hefur tafist en ég vona það verði og það er ætlunin að fara með þetta undir Akureyrar vegna þetta er náttúrulega svona meira ferðatengt þjónusta sem að fer fram í Hlíðarfjalli þó svo að menn megi ekki gleyma því að þetta er líka æfingarstaður fyrir fullt af unglingum. Ég tók eftir því að í ræðu Silju Döggar formanns þá var ekki minnst á golfvöllin. Hún var aðeins að fara yfir framkvæmdir sem hefur verið og minnst ekki á golfvöllin. Þar má ekki gleyma því að Akureyrarbær hefur lagt rosalega mikla peninga og fjármuni til uppbyggingu á golfvallarins og það sýndi sig á síðasta sumri að golfvöllurinn er komið í það stand að hann er farin að verða einna betri golfvöllum landsins og verður alveg klárlega eftirsóttur á næstu árum til að halda golfmót og til þess að draga fólk hingað til bæjarins sem er mjög ánægilegt vegna þess að í fjölda mörg ár hefur golfvöllurinn verið í þannig ástandi, hann hefur ekki verið gjaldgengur í þessi stærri íþróttamót eða golfmót
en núna er hann komin á þann stall að hann getur trekt til sín golfmót og skapað tekjur fyrir samfélagið okkar sem er afskaplega mikilvægt. En ég vil líka bara lýsa því yfir að það er mikilvægt að ég var svo sem búin að segja það varðandi ungmennaráðið, það er líka varðandi eldri borgarana, hvernig við viljum nálgast þessa vinnu með þeim. Það er mikilvægt að við vísum málum til þeirra sem að snúa að eldri borgurum og það er eitthvað sem að ég held að við þurfum bara aðeins að brýna okkar ágætu bæjarfulltrúa sem sitja í öldungaráði að svona kannski skammast í okkur. Þannig að menni sé svona pínlítið meðvitaður það og það er líka það sem kom fram í samtölum okkar við unga fólkið, að það er fullt af málum sem að snertir ungt fólk sem að við hefum svona kannski glemt að bera undir þau eða leyfa þeim að vera með í ráðum og þarna þurfum við bara að gera bragarbót á. En annars held ég að ég ljúki máli mínu á þeim nótum að ég er afskaplega stoltur að hafa staðið í bæjarstjórn með þessu fólki sem hér er inni að þeirri breytingu að koma á frístundaráði og sameina þessa 2 málaflokka og ég vænti þess að þetta eigi eftir að verða okkur gæfuspor til framtíðar. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka formanni frístundaráðs, bæjarfulltrúa Silju Dögg fyrir hennar framsögu. Ég ætla að byrja á því að taka hérna áfrýjun bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins. Öldungaráðið, og ég sitt nú í öldungaráði. Ég held að þetta snúist ekki bara það að við pólitíski fulltrúar sem sittum í öldungaráði séu nógu duglega við að berja ykkur hinn áfram við að koma málum okkar. Ég held að þetta snúist meira en það eins og bæjarfulltrúi Eva Hrund kom inn á hérna áðan að við formgerum þetta samstarf. Til hvers erum við að stofna ungmennaráð? Til hvers stofnum við öldungaráð? Er það ekki til þess að gefa ungu fólki og öldruðu fólki tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanatöku sem hefur áhrif á líf þeirra? Ef að það er markmiðið þá hljótum við náttúrulega að stilla málum þannig upp að við sendum fleiri mál til umsagnar í þessi ráð þó að þýði það að málið tefjist 1-2 vikur hvað varðar afgreiðslu. Ef við viljum raunverulega gera þetta einhverju viti. Hin leiðin er líka svo sem að ég tek mjög undir og bæjarfulltrúi Eva Hrund kom hérna inn á og við ræddum líka á þessum fína fundi með ungmennaráðunum daginn, þar að segja bæjarráðsfulltrúar, að það séu fulltrúar úr þessum ráðum í þeim nefndum sem fjalla þeirra mál. Það er líka ein leið. Ég held að þetta bara að fara báða leiðirnar. Og þessi fulltrúi, hann getur síðan farið og með mál inn í ráðin og fengið þar umfjöllun þau áður en að tekin ákvörðun. En þetta snýst í raun og veru ekki neitt annað en að ákveða það að gera hlutina með þessum hætti. Þetta er eins og með kynjuðu fjárhagsáætlunina. Þetta er ekkert annað en ákvörðun. Þetta er ákvörðun breytingu. Þetta er ákvörðun það að verkla sé með ákveðnum hætti. Þannig ég legg eindregið til að við skoðum þetta með opnum huga og bara gerum þetta. Og ég er jafnvel á því sko að þegar við tökum fyrir mál í bæjarráði sem snerta þessa hópa þá væri alveg þess virði í einhverjum tilvikum að gera tilraun með það að fá slíka áheyrnarfulltrúa inn í bæjarráð. Ég finnst bara ekkert að því. Síðan hefur til dæmis borgarstjórn Reykjavíkur eftir því sem ég best veit verið með þá reglu að núna í nokkur ár að það er svona borgarstjórnarfundur unga fólksins. Ef ég man rétt. Ég held ég farið með rétt málaðuna og ég held að það sé til dæmis eitthvað sem við ættum að koma á hérna á Akureyri að það sé hérna bæjarstjórnarfundur unga fólksins. Þá sé það ungmennaráðið og það séu
þá kannski einhverju viðbóta fulltrúar sem að fylla þá þessi sæti hérna í salnum og þar fjalli þau mál sem að snerta þau sérstaklega og þau séu aðstoðuð við undirbúning og þau fari aðeins inn í þetta form og þau jafnvel samþykki hér einhver ályktanir eða ákvarðanir sem að þau senda síðan áfram til okkar hinna. Og mér finnst ekki úr vegi að slíkur fundur yrði jafnvel 2 á ári og ég get ekki séð að það væri neitt flókið. En ég líka vil taka undir þessa hugmyndirnar Evu Hrundar varðandi það hvernig valið í ungmennaráði. Nú virðist vera sem að það sé valið í ungmennaráðið svona þessi meira handvalið heldur en hitt að þau sé að kjósa sér fulltrúa. Kannski ástæðan fyrir því svo að ungmennaráðið hefur ekki fengið þessa stöðu að það skiptir raunverulega máli þannig að ungmenni séu tilbúin bara til að leggja eitthvað á sig þarna inni að því að þau finni að þau skipti raun máli og hafi áhrif á það sem að þau eru að fjalla. Og þetta náttúrulega tengist líka þessari vinnu með barnasáttmálann sem minnst á hér og ég mjög svona vongóður að okkur takist vel til í þeirri vinnu. Mér finnst byrjunin allavega að lofa góðu. Ég var nú svo heppinn að fá að vera þarna fulltrúi og ég verður að segja það að ég mjög spenntur fyrir þessu verkefni sem við erum að fara þarna í og ég held við séum öll spennt fyrir því og ég vonast til að við fáum út úr þessu alveg heilmikið fóður til að gera vel. Og ég held að geta líka lært að þeirri vinnu kannski eitthvað í tengslum við samskipti okkar við eldri borgara þessa bæjarfélags, meðal annars. En ég ætlaði svona aðeins líka að nefna það að því að bæjarfulltrúi Silja Dögg kom inn á það hérna áðan að hér erum við að setja einhverja 2 milljarða í eina málaflokk. Og þetta náttúrulega stærstu hluti þarna fyrir íþróttamálin og síðan eru önnur mál sem heyra undir æskulýðsmálin. Bara svo við áttum okkur á þessum hlutföllum sem þarna erum að ræða þá erum við á Akureyri hérna samkvæmt Árbók sveitarfélaga árið 2015 að setja rúmlega 100.000 krónur á íbúa í æskulýðs- og íþróttamál. Á meðan að Reykjavíkurborg að setja 62.700 per íbúa. Það sveitarfélag sem kemst næst okkur af þessum stærri sveitarfélagum á höfuðborgarsvæðinu Garðabær með 91.000, tek sem dæmi Kópavogur með 63 og Hafnarfjörður með 61.000. Þetta gríðarlegur munur. Og þetta náttúrulega það sem við höfum verið að ræða og þegar við erum að tala hversu hátt hlutfall fyrir hérna málaflokk af skattfé, því skattfé sem við höfum til ráðstöfunar og skatttekjum, þá þetta 15% hérna, meðan þetta eru 10% í hinu sveitarfélögunum, nálægt 10%, nema í Garðabæ þessum þetta eru 14%. Og þetta náttúrulega það sem við erum búin að ræða mjög oft þetta höfuðborgarsyndrom sem Akureyri stendur frammi fyrir að þurfa að veita alla þessa þjónustu sem hin sveitarfélögin geta sameinast. Þannig að við erum að gera að þessu leyti, þegar við förum í þennan samanburð mjög vel, og ég ætla bara að taka sem dæmi að milli árana 2014 og 15 þá hækkaði framlögin per íbúa með 4% í Reykjavík, 11% í Garðabæ og 11% hjá okkur og annars staðar kringu 5-6-7% á milli ára. Hjá okkur þetta hækkun upp á heilar 200 milljónir á milli ára, þessara 2 ára. Þannig að við erum að gera vel og erum enn að bæta í og það bara hið besta mál á meðan við erum að stöndum vel að þessu. En við verum líka átt okkur að því að stærstu hlutin af þessum fjármunum, hann liggur í staup. Hann liggur í aðstöðu. Og það akkurat það sem bæjarfulltrúi Eva Hrund og Guðmundur Baldvin komið hér inn á það. Bæði 2, þetta með nýtingun á þessum mannvirkjum. Við höfum kannski ekki tekið þessa umræðu nógu skýra. Af hverju erum við að fjölga mannvirkjum? Af hverju erum við að fjölga tækifærum fyrir þjálfun eða æfingar eða hreyfingu eða hvað sem er? Og það nákvæmlega þetta sem hefur svo bara gerst að
Það bara mikill metnaður hjá íþróttafélögunum að standa sig vel, það mikill metnaður að fjölga æfingum, það metnaður að auka árangur og þarfandi göttum og þá bara gera með það. Og IBA hefur náttúrulega séð að deila út þessum tímum. Og það bara mörguleiti vel en það við fullt af afreksfólki, en við verðum kannski líka að hugsa eitthvað fleira eins og til dæmis bara almenna hreyfingu. Og ég tók eftir því að í skýrslu sem var tekið saman í tengslu við starfsáætlun og þá minnir mig að það séu einhverjir útleigðir tímar séu einhverjir 64 viku sem bara lítið brot af öllum þeim tímum sem verið að deila út í öllum húsum. Og kannski þetta bara eðlilegt en þetta kannski eitthvað sem við þurfum og höfum ekki tekið umræðum bara heilt yfir með íþróttahreyfingunni hér inni með íbúum. Og nú ég ekki að lasta íþróttafélagin. Og við erum líka í þeirri stöðu eins og núna að kraftlýftingafélagi til dæmis eru fréttir af því að það sé standi frammi fyrir því að missa sína aðstöðu þar sem þeir eru. En það líka spurningin sko af hverju þeir þá komnir í þá stöðu sem þeir eru komnir í. Og maður getur líka veltið fyrir sig þó að þetta sé dýrt, húsnæði innan gæsalappa. Þetta að kosta okkur mikið meira heldur en það sem við erum að leggja per haus í til dæmis mannvirkjum okkar sjálfra. Ég reyndar ekki séð útreikning á því, það verður bara gaman að fá það upp því að þarna eitthvað verkefni sem við þurfum að leysa. Ég ætlaði svo aðeins að nefna hérna forvarnir og við tölum oft það að íþróttir sé eitt besta forvarnastarfið og það á við upp að ákveðnu marki, það alveg rétt, það eins og bent á það ekkert allir íþróttum. Við rekum þessna líka félagsmiðstöðvar, við rekum hérna ungmennahúsið og ég velti fyrir mér, að því að ég kom nú þarna þegar við vorum á þessum fundi með ungmennaráðanum daginn að það var heilmikið að gerast í ungmennahúsinu og þarna voru ungi krakkar og eldri krakkar og maður veltir í fyrir sig sko við vorum örgulega að setja þetta upp til þess að ná til ákveðina hópa og skapa hérna fjölbreytni í störfum fyrir og hérna afþreyingu fyrir ungt fólk. Erum við að ná til allra? Vitum við það? Vegna þess að í rannsókn sem var gerð á aðsókn til dæmis í þetta ungmennastarfi eða félagsmiðstöðurnar hérna fyrir nokkrum árum síðan, þá kom í ljós að þeir sem voru helst að stunda félagsmiðstöðurnar, þá voru kannski ekki þeir sem voru ekki að stunda. Íþróttirnar voru ekki í tónlistarskólanum og voru ekki hinum að þessum afþreyingarúrræðunum sem maður kannski hefði haldið að kannski kæmu að inn. Heldur voru þetta kannski meira og minna akkurat þeir sem að stóðu félagslega vel. Og maður veltir því líka fyrir sér sko með þá sem að einangrast til dæmis frá skóla vegna eineldis eða annara slíkra félagsfælni vandamála. Sko erum við að vinna markvisst í því að draga þá inn í félagsmiðstöðvarnar til þess að vinna með þeim eða vitum við bara hreinlega ekki hvaða unglingar þetta eru sem að sækja inn til okkar. Og ef við vitum það ekki þá finnst mér mjög fróðlegt og ég held að þeim peningu væri vel varið að við gerðum könnuna, við rannsökuðum það hvaða hóp við erum með þarna inni og hvort það sé einhver hópur sem bara hreint og beint og heilt yfir afskiptur hérna í bænum. Og sennilega þá sá hópur sem mestri hættu við að lenda út af sporinu. Það eitthvað sem ég held við ættum að leggja ríka áherslu á að skoða. Og það var eitt sem stakk mig hérna í sambandi við tölulegu upplýsingarnar í starfsáætlunum með greinargerðinni í fjárhagsáætlun, samfélags- og mannréttindadeild og íþróttadeildin líka. Þar kom fram að heimsóknum í ungmennahúsið hefur fækkað á milli áranna 2014 eða 15 og 16 sennilega, frekar en 14 og 15, ég sé ekki að þetta ekki litið hérna hjá mér, að það það sama sem eru upp á teiningnum í félagsmiðstöðvarnar.
Og þetta eru í félagsmiðstofunum eitthvað 1000, þetta eru 1000, þetta eru 1500 færri heimsóknir, 21.800 annað ári og 19.300 hitt ári. Þetta er eitthvað sem ég finnst alveg þess virði að skoða hvað veldur. Því mér finnst kannski ekki endilega eðlilegt að við séum að sá fækkun á heimsóknum, ekki nema þá að nemendum í unglingadeildum hafi fækkað þarna milli ára líka. Þannig að þetta er eitthvað sem að veri bara fróðlegt að sjá. Og þegar að því að það er hérna inni líka rætt það og það er sett upp að við erum að fjölga forvarnarfulltrúa þannig, þetta eru 270%, þá rættum við það að það væri mjög mikilvægt að skilgreina mjög vel í hvað þessi starfskraftar færu, til hvers þeir yrðu nýttir. Ég hef ekki alveg skýra mynd að því og þætti fróðlegt að sjá nánari útlistun á því hvernig ætlunin er að nýta þessa starfskrafta, því að það er kannski stærsta máli, það er hvernig þeir koma til með að vinna, við hvað og hvernig þeir bara virka inn í heildarmyndina. Það hefur ekkert upp á sig að fjölga starfsfólki eða liggur ekki skýrt fyrir til hvers. Og lokum langaði mig aðeins til þess að fagna því bara hér og nú að við skulum hafa stigið það gæfuspor að samþykkja að fara í þessa vinnu með vinum Akureyrar og koma upp þessari skíðalyftu í Hlíðarfjalli. Það verið aðeins borið á því að það gæti ákveðins misskilningsvarðandi þetta, sumir halda þarna sem einhvers konar einkavæðingu að ræða, það er bara alls ekki þannig. Heldur eru vinir Akureyrar fyrst og fremst að leggja fram fjármuni í samstarfi við bæinn það að koma þessari lyftu upp. En það er kannski hitt sem að þarf að skýra betur og það eru þessar hugmyndir með útvistunin í Hlíðarfjalli. Ég grunum að hér víða í bænum að þá sé vanti svona dálítið mikið inn í upplýsingar það til íbúa. Það veri kannski ráð fyrir meirihlutann eða einhvern að leggja í smá greinaskrif og útskýra hvað ætlunin er að gera og hvernig menn er að hugsa þetta bara svona til þess að slá á kannski hugmyndir sem er ekki á réttu róli. Og lokum, heilsueflandi samfélag var eitthvað sem við skrifuðum undir hérna samstarfið landlækni. Það verður gaman að heyra eins að mér finnst ég ekki verða mikið var við þetta verkefni. Ég vildi verða miklu meira var við það. Enda fitna ég bara eins og púkinn og fjósbitar. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt og aðrir hérna þakka bæjarfulltrúa Silju Dögg fyrir ágætis yfirferð á þessum 2 málaflokkum og það er mikil ánægja að heyra það einmitt að búið er að sameina samfélags- og mannréttindaráð og íþróttaráð í frístundaráð og ég hérna sem fyrrum formaður íþróttaráðs gat ekki setja á mér að koma hérna upp undir þessar umræðu. En bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á það hérna áðan að það voru margir sem höfðu áhyggjur af því að sameina þessa 2 málaflokka vegna þess að fólk var hrætt það að samfélagsmálin myndu í rauninni drukkna í allri íþróttaumræðunni. En ég vil taka hérna skipt fram að ég heyrði þetta líka í hina áttina. Að það voru margir íþróttahreyfingunni sem voru hræddir að samfélagsmálin myndu drekkja algjörlega íþróttaumræðunni. Þannig að þetta virðist vera á báða bóga. Ég vil fagna því að farið verður núna vonandi á vordögum í stefnumótunarvinnu með íþróttahreyfingunni og það mun margt skýrast varðandi okkar sýn í íþróttamálum þegar þeirri vinnu er lokið því að þar mun öll íþróttahreyfingin koma að og áhugasamir aðilar og varðandi hlutverk IBA þarna það búið að svolítið vanga veltur það hvert hlutverk IBA sé og hvort þau eigi að vera fleiri eða færri og á hvað hendi hvað verkefni eiga að vera. Þannig að ég ætla að bind mikla vonir við þessa vinnu og hlakka til að sjá niðurstöður og jafnvel meðal annars líka taka þátt í henni. Varðandi frístundastyrkinn, þá er mjög mikil ánægja að sjá þetta. Við náðum þessu í gegn að hækka frístundaávísuna í 20.000 en á kjörtímabilinu
þá höfum við fært aldur nú 6-13 ára í 6-17 ára og hækkað frístundaávísunina úr 10.000 í 20.000 sem bara ansi stór skref þó ég segi sjálf frá og stefnan líkt og Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi kom inn á hér áðan að fara í 25.000 vonandi á næsta ári. Það fleira sem við erum líka að gera fyrir fjölskyldu fólk og börn hérna og unglinga í bænum okkar. En við vinnu að nýju leiðarkerfi þá var meðal annars leita til íþróttafélagana varðandi umsagnir hvaða stöðvar við vildum helst hafa og hvar það ætti að vera og varðandi tímasetningar og annað og fengum ágætis ábendingar frá íþróttafélögum og öðrum sem að sjá tómstundir fyrir börnin okkar. Og það okkar vonað að þetta sé til þess að betrum bæta þjónustu við íbúana. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir kom inn á það hérna áðan að við varum að eyða meiri í þennan málaflokk en önnur sveitarfélög. Jú, það mikið rétt en við verðum samt að fara svolítið varlega líka í þessar umræðu því að við erum eitt af fáum sveitarfélögum sem að reka skíðasvæði. Við erum með Hlíðarfjall hérna hjá okkur og það mikill kostnaður sem felst í því. Við erum með skautasvell og mörg af þessum sveitarfélögum eru ekki að reka slík mannvirki. Þannig að við verðum að fara að velja það, við verðum að bera saman epli og epli, minnst það mjög mikilvægt. En það gleymir svolítið, það alltaf verið að tala að fara svo mikið í íþróttamálu en kostnaður sé svo mikill vegna íþróttamannvirkja. Það má ekki gleyma því að þetta líka skólamannvirki. Það fer fram íþróttakennsla þarna og sundkennsla helming dagsins, þannig 50% af útdeilingu tímana til skóladeildarinnar. Þannig að við megum ekki gleyma því heldur. Varðandi stefnu í fjöldi íþróttafélaga, hvort að stærri taki við þeim vinni, þá hef ég nú talað það hérna í pontu að það vilji hjá stóru íþróttafélagum að taka við þeim minni, en einhver hluta vegna hafa minni íþróttafélagin áhyggjur af þessu. Þetta svona svipað með sveitarfélagin hérna í kring, við erum pingur hrædd við stóra bróður. En það allavega vissulega vilji til þess að vinna saman og ég hef fundið það á íþróttahreyfingunni allri að það allir tilbúin til þess. Þannig að við verðum svona svolítið kannski að sjá hvað tíminn leiðir í ljós en við neyðum engan í samvinnu, það alveg augljóst. Tímafjöldi til almennings, það kom líka hérna áfram hvort að við værum að útdeila of miklum tíma til barna og unglinga og fari lítið til almennings. Það útgefið að við viljum reyna að stefna því að 3% útlegra tíma fari til almennings og allavega í fyrra var það nokkuð nærri lagi. En það má heldur ekki gleyma því að hlutverk okkar vissulega að standa við barna- og unglingastarf og þó svo við séum auðvitað heilsueflandi samfélag og viljum hjálpa öllum til þess að fá möguleika til að hreyfa sig. En þá fjöldi tækifæra í boði og Akureyri Iði sem framtak bæjarins og fyrirtæki og einstaklinga sem fer fram alltaf í maímánuði meðal annars leið til þess að sýna almenningi hvað í boði. Og það svo ótrúlega margt að ég bara hvet almenning til þess að taka þátt í þessu og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason líka. En við erum þetta líka með sundlaugarnar okkar og við erum með Hlíðarfjall eins og áður sagði og við erum með skautasvell og við erum með bogann og við erum með fjöldan allan íþróttamannvirkjum sem að almenningur getur líka leigt aðstöðu í. Fyrir utan það að það líka einkafyrirtæki sem með líkamsræktarstöðvar sem í boði. Þannig að ég held að það sé ekki vöntun á tækifærum til hreyfinga. Varðandi nýtingun á Laugagötu þá það vissulega þannig að annar salurinn fer undir júdó og bara nýttur ansi vel. Þeir eru líka alveg velvillega fyrir því að deila salnum með öðrum og hafa sýnt það. Hinn salurinn hefur verið til útleigu til almennings meðal annars og barnaafmæli og fleira og forstöðumaður Sundlaugar Akureyrar hefur séð útdeilingu á þeim tímum. Mér langar svona aðeins rétt að koma inn á framkvæmdirnar sem að farið hefur verið í málaflokknum. En við erum nýbúin að skipta nýja plötu í skautahöllinni, auk þess sem við fórum í það að laga búningsaðstöðuna. Og það nýbúið að HM íshokkí kvenna hefur nýlokið hérna og gekk bara rosalega vel. Og gaman að geta boðið upp á aðstöðar sem við getum boðið svona stórt mót hingað velkomið í bæinn. Við skiptum gervigras á bogunum og stóð sú framkvæmd áætlun. Með þess að töluvert undir áætlun og áætlun líka að skipta út gervigrasi á sparkvöllum bæjarins á þessu ári og næsta. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á gólfvöllin áðan sem bara frábær framkvæmd, mikil upplyfting fyrir bæjarfélag okkar. Varðandi Hlíðarfjall, þá fagna ég því líkt hér og aðrir að við séum að fara í framkvæmdir og séum að kaupa nýja lyftu og við líkt og aðrir líka einnig hérna taka undir og þakkir til vina Hlíðarfjalls.
mikil elja í gangi hjá þeim og bara sýnt á sannað að þegar maður stefnir að einhverju þá yfirleitt nær maður árangri, þannig að þetta er bara frábært framtak hjá þeim og ég hlakka til samvinnunar. En mér langar samt þessu tengt svolítið að koma inn á Vetraríþróttamiðstöð Íslands. Hún er stödd hérna, við höfum verið með samning við ríki við höfum rekstrarsamning varðandi VFMI, við höfum líka verið með uppbyggingarsamning. Rekstrarsamningun hefur svona gengið þrátt fyrir að hann hafi ekki verið endurnýjaður, þá hefur verið vilji fyrir því að halda þessu gangandi. Uppbyggingarsamningnum hins vegar honum er lokið, hann lauk 2009 og við höfum sýnt mikið vilja til þess að ganga aftur til samninga við ríkið varðandi uppbyggingu hérna á vetraríþróttum. Við höfum sendt ítrekað erindi til ráðuneytisins en því miður ekki haft árangur sem erfiði. En við erum búin að leggja í fjármögnun á lyftu 2011 og við höfum lagt í fjármögnun varðandi skautasvellið á síðasta ári og við erum að fara núna í hugsanlega kaup á nýrri lyftu, þannig að ég held að sé algjört tilefni til þess að þrýsta enn frekar á ríkið varðandi það að fá uppbyggingarsamning við þá. En ég vil fagna því sem var ákveðið á síðasta fundi frístundaráðs að það var börnum og unglingum var boðið í sund og á skíði í vetrarfríinu og við byrjum þetta, við höfum allavega gert þetta áður og ég vona að þetta sé komið til að vera. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu og orðið laust. Þá er það Silja Dögg, bæjarfulltrúi sem hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er svona að reyna að þakka góðar umræður. Margt áhugavert og sem komið hefur fram og skemmtilegar umræður. En ég ætla að svara reyna að svara þeim spurningum sem komu og vona ég nái að svara þeim öllum. En bæjarfulltrúi Eva spurði varðandi ungmennaráð hvernig það væri kynnt og hvernig við myndum, hvernig valið væri í ráðið það er í rauninni, það var þannig að það var upphaflega reynt að kjósa en það gekk víst mjög illa, það var bara það var ekki vænlegt til vinnings og það endaði í rauninni þannig að það fór í rauninni að handpikka fólk í ráðið sem er ekki í rauninni framtíðin en þannig var staðan orðið. Og við erum núna að vinna að samþykkt, það sem verður rauninni tekið líka aðeins á þessum málum og reynda að gera ráðið enn meira spennandi. Og ég á fund til dæmis bóka með ungmennaráði næsta þriðjudag. En ég ætla að lesa hérna upp aðeins úr í rauninni tilnefningu og skipan í ungmennaráð eins og er í samþykktum eins og staðan er núna. En það er fulltrúar í ungmennaráði geta orðið þeir einstaklingar sem eiga lögheimili á Akureyri og eru á aldrinum 14 til 20 ára. Í ungmennaráði skuli sitja 11 nefndarmenn, að minnstakosti 4 kjörnir nefndarmenn af grunnskólastigi og 4 af framhaldsskólastigi. Þetta er svo rosalega lítið að vera afsakað mig. Efnt er til kosninga að vori fyrir nefndarmenn á framhaldsskólastigi í samráði við skólafélögin en að hausti af grunnskólastigi. Ef laus sæti er í ungmennaráði eftir kosningar geta skólar, félagsmiðstöðvar og ungmenn Akureyri tilnefnt fulltrúa í ráðið. Nefndarmenn sitja í ungmennaráði í 1 vetur í senn og er þó aftur efnt til kosninga en sitjandi nefndarmönnum gefst kostur að bjóða sig fram aftur. Þetta er svona í samþykktum en það hefur ekki náð nóga mikil venja í því að hafa kosningu og þessi kosi ráði. En það er vonandi höldum bara áfram að vinna því og það er framtíðin. Svo varðandi kynjuðu fjárhagsáætlanagerð, bæjarfulltrúi Eva spurði hvar það stæði. Það er bara í vinnslu eins og maður segir. Það er mér finnst þetta náttúrulega gerast allt og hægt fyrir minn smekk. Ég myndi vilja sjá okkur vera komin lengra en við erum og mér finnst það mjög miður. Þetta hefur verið svona svolítið hjartansmál hjá mér að reyna að ná þessu gegn og er náttúrulega eins og ég kom inn á áðan í samþykktum meirihlutans eða samningi.
sko, stjórnskipulagsbreytingin, hún tafði þetta ferli, finnst mér, en við erum svo sem að byggja betri undirbúa jarðveg fyrir betri jarðveg. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi talaði að fjárhagsáætlanagerð væri ekkert annað en ákvörðun. Sko, við erum náttúrulega búin að taka þessa ákvörðun, og það er búið að samþykkja hana. En þetta er bara miklu flóknari og bara krefst mikilvæg gagnasafna og bara tekur tíma, því miður. Ég var alveg til í þetta væri bara komið í gang og við þyrftum ekki að þurfa að vera að tala sama hlutin aftur, ár eftir ár, sem eins og þetta er búið að vera. Og til dæmis eins og Reykjavíkurborg, þeir byrja að innleiða þetta og tók ákvörðun þetta langt undan okkur og þeir eru komnir allt á stutt, þó að þeir séu búin að vera með verkefnastjóra í þessu og í rauninni gera mun meira heldur en við höfum gert, þó að við höfum ákveðið svo að fara aðra leiðir eins og til dæmis með þróunarleiðtogunum. Og ég hef fulla trú á þeirri vinnu og ég ætlaði einmitt að taka það upp á næsta fundi frístundaráðs að ítreka og minna fólk á að tilnefna í nefndir og bara alls þar innan bæjarkerfisins fulltrúa fyrir þróunarleiðtoga. Varðandi forvarnir og bæjarfulltrúi Gunnar Gísla kom inn á það að út af við ákveðum að setja meiri pening í forvarnarfulltrúar og hann kom með spurningu hvort við værum ekki að ná til allara. Með auknu fjármagni sem við settum í þá erum við heldur betur að bæta í og í rauninni ná til þess að krakka sem eru einangruð og sýna áhættu hegðun. Og ég ætla að reyna að lesa bara upp bréf sem að ég eða plagg sem ég lét fylgja þegar þetta var tekið fyrir í bæjarráði í nóvember 2016 þar sem að bæjarfulltrúi Gunnar var meðal annars staddur. Það er forvarnarfulltrúana. Með þessum stöðugildum erum við bæði að auka þjónustu við börn í vanda og leið að skapa svigrúm til að vinna betur að forvörnum. Áhersla er lögð á að bæta þjónustu við 16 til 18 ára hóp barna sem þurfa á þjónustu að halda og taka skref í áttina samfelldri þjónustu við börn. Auka aðhald og eftirlit með aðgerðaáætlun velferðarstefnu og geta boðið fleiri börnum upp á klúbbastarf sem hefur forvarnagildi á miðstigi. Eins og staðan er núna komast starfsmenn ekki, eða eins og staðan var þá, komust starfsmenn ekki yfir þennan hóp, það er 16 til 18 ára hópurinn, og hann fékk þá mjög takmarkað þjónustu. Ætlunin er að draga úr brottfalli í þeim aldurshópi sem og ná til þeirra ungmenna sem eru óvirk. Markmiðið er að koma þessum hópi í virkni sem sparar okkur pening síðan meiri í kerfinu. Með yngri hópinn á að fækka þeim börnum sem einangrast eða lendi í alvarlegum útistöðum vegna áhættuhegðunar eða lélegri félagsfærni. Verksvið er meðal annars að vera í samskiptum við aðra stofnanir í bæjarins vegna barna sem þurfa stuðning að halda, vera stuðningsúrræði fyrir foreldra sem eru í erfiðleikum með börn sín og bjóða þjónustu, námskeið, hópstarf, ráðgjöf fyrir börn og ungmenni. Einnig að ná betra flæði í starfinu sem unnið er með ungmenni í heild sinni, eins og ég kom inn á hérna áðan. Þannig að þetta er í rauninni það sem þessir forvarnarfulltrúar eiga að sinna betur. Þeir eru með því að setja fjármagn í þetta, þá erum við að ná til þeirra hóps sem hefur annars einangrast og er útundan svolítið í kerfinu. Þannig að ég held að við getum bara fagna þessu. Ég er allavega mjög stolt af þessu verkefni og mér finnst mjög brýnt að við tökum á þessum hópi sem er 16 til 18 ára sem hefur svolítið týnst og þau eru, þó þessu komin í framhaldsskóla, þá eru þau ennþá börn, þannig að við þurfum að leggja áherslu á þau. Já, ég held að það sé ekki meira sem að ég ætlaði að segja í bili, en já, ég þakka annars bara góðar umræður.
Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Sólubjörg Stefánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja að þakka Silju fyrir kynninguna og á starfseminni í þessu nýja ráði og og þessar ágætu viðbragðir. Ég ætla nú bara að segja svo það sem nú að hreina, ég er svona ekki alveg þannig, ég er kannski ekki alveg hlutlaus af því að ég hef sjálf starfað í ungmennahúsinu í Rósenborg, þannig ég þekki svona ágætlega það sem að fer fram þar og en það er enda dálítið langt síðan og það var árið 2008 og 2009 og ég hef ekki mikið komið þarna kvöldlagi síðan ég hætti að starfa þarna. Þangað til einmitt þessi umræddi fundur sem við áttum þarna daginn með ungmennaráði og þetta er bara stórkostleg breyting sem er orðin frá því sem var þarna þegar ég starfaði þarna. Það er búið að gera greinilega virkilega góða hluti í uppbyggingunni á starfinu í þessu húsi. Af því að ég get alveg sagt að ég hafði nú svona smá áhyggjur af því þegar ég var að vinna þarna hvað það var óbúðslega rólegt og en það var fyrir hrun eða svona já og mér skilst það svona að það hafi bara farið á stað mikil uppbygging í raun og veru svona upp úr 2009 og sem er held ég ákvörðin sem að eins og við náttúrulega ræddum áðan að við og náttúrulega þó að við séum ekkert tekin sérstaklega út í þessum ESPAT-rannsóknum sem við vorum að vísa til að þá gengur okkur allavega í heild í Íslandi mjög vel í forvarnastarfi og þannig að ég þetta starf þarna upp í Rósenborg held ég að sé bara virkilega gott og ég var ofsalega ánægð með og ég meina þið þekki það, ég hef náttúrulega talað fyrir þessari aukningu í forvarnafulltrúunum og ég var mikið glöð þegar að þrátt fyrir að það var nú ekki sett fjárveiting í það held ég að Silja hafi þurft að finna fjármagni innan málaflokksins ef ég man rétt. En það getur nú vel verið mismunni hjá mér en það var allavega einhvern rétt á þeim forsendum en það gekk nú líka bara hálf illa og nú bara getið satt pínustragla ná inn fjármagni fyrir þessu og og það er einmitt pínu og það er svona þú veist að þeim finnst stundum ekki alveg vera og örugglega er ég ekkert endilega skári og gerir þetta örugglega einhvern sjálf en stundum er maður að tala í pontu eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason talaði og hefur ágjörð því að sé ekki vera að ná til allra og á sama tíma eða kannski ekki jafnvel á sama tíma en er einhvern veginn að gagnrýna fjárveitinguna og og við þarna bara held ég að sé bara einhver misskilningur eða vanþekking á ferðinni. En mér langar að segja, mér finnst ofboðslega gott að heyra svo mikla áherslu á lýðheilsu vegna þess að það var nú eitthvað sem ég hef reynt að taka umræðu þegar við höfum verið að ræða stefnu íþróttaráðs og það hefur bara ekki gengið neitt rosalega vel. Þannig ég held að því leyti er ég held að þetta hafi verið bara mjög gott hjá okkur að sameina þetta íþróttaráð og samfélagsmannráð sem var og í þetta frístundaráð því að auðvitað þarf bara jafnvægi í þessu og þarf að horfa á þetta út frá miklu breiðara sjónarhorni einmitt og eins og náttúrulega bent á íþróttamannvirkin eru bæði skólamannvirki og frístunda eða íþróttamannvirki og íþróttir eru náttúrulega miklu meira heldur en bara frístund og forvarnir, þetta eru auðvitað bara keppnis líka og afreksmennska og alls konar, þetta er bara flókin veruleiki og í því tilfelli og nú er eins og ég sé að leggja bæjarfulltrúa Gunnar Gíslason í einelti og ég biðst bara afsökunar á því að vera að hnýta svona í þig mér þykir mjög vænt um þig og ég er mjög oft sammála þér eins og kom fram á fundi í morgun en íþróttar séu eitt besta forvarnastarfi þetta er bara mýta sem er ekki rétt þetta er bara ekki rétt það er bara þannig að skipulagt starf er besta forvarnastarfi það skiptir engu máli hvort það eru íþróttir eða eitthvað annað ég vil bara leiðrétta þetta. Ég tek auðvitað undir með þetta með að ungmennaráð eigi fulltrúa í nefndum, áheyrnarfulltrúa og ég hef svo sem talað fyrir því að þau eigi bara fulltrúa í öllu nefndum að því að og tek alveg hjartanlega undir að það eigi öldungaráði bara líka hafa.
Það er nefnilega líka sko, það nú kannski einmitt eins og Silja var að lýsa, bara pínu erfitt að fá ungmenni inn í ungmennaráð því að þau eru bara busy, það bara upptekinn og það bara en öldungarnar okkar held ég að sé svona vannýttur kraftur því það oft fólk sem hefur rosa góðan tíma og þannig ég held ekkert að það sé eitthvað sko málum sem þeim viðkoma eða eitthvað þannig, það bara þeim viðkoma öll mál eins og okkur hinum og þess vegna finnst mér, ég get samt alveg skilið að það er byrjað á því að setja fulltrúa inn í einhver 1 eða 2 ráð, ég meina það er allan að byrjun, en svona almennt þá er þetta bara á þetta bara að vera í öllum ráðum. Hvað ætla ég að segja meira? Já, kynju fjárhagsáætlun vil endilega brýna ykkur kæri meirihluti til þess að standa ykkur vel í því. Við höfum stundum talað að það sé bæjarfulltrúar hafi lítinn tíma til að gera hlutina. Eins veit ég að starfsfólk eins og upp í Rósenborg, það er líka bara, sko, það er að gera rosalega mikið og margt og er að mínum mati óþarflega fáliðað og ég svona velti fyrir mér hvaða manneski er það sem á að vera að sjá til þess, vera að pressa á kynni að fjárhagsáætlun. Þetta er risastórt verkefni, það þarf alltaf að vera pressa. Við til dæmis finnum það, ég hef svona verið eitthvað að reyna og við í Vinstri grænum svolítið að við höfum verið að reyna að brýna nefndarformin í því að láta gögn fylgja fundagerðum og það er bara endalaust að vera að tala þetta og ég held að sé svolítið svipað með kynju fjárhagsáætlanagerð, það er bara endalaust að vera því að þetta er bara ekki komið inn í systemi hjá okkur, við bara munum ekki eftir þessu og svo er bara haldin einhver námskeið, einhver verkefni og svo gleymist það og svo allt inn í liðin 2 ár. Þetta er ekkit óeðlilegt en ég myndi vilja brýna meirihluta til þess að finna einhverja mannesku sem að sér að fylgja þessu verkefni bara dálítið skarpt eftir. Já, svo ætla ég að taka undir bara þessar hugmyndir að IBA sjái svona, hafa einhvern veginn, sko, ég held að við getum alveg skipulagt þetta einmitt þannig að auðvitað er þetta ekki pólitísk mál, hvernig er einhvern veginn, eða á ekki að vera, hvernig er og er alveg örugglega ekki, hvernig er tímum skipti í íþróttahúsum og svona. Þetta finnst mér bara ekkert eitthvað sem að bæjarkerfið á að vera að vasast í. Við bara borgum við setjum eitthvað fjármagn, við byggjum einhver hús og svo styrkjum við einhver félag og svo finnst mér að hreyfingin eigi svolítið sjálf að sjá kannski svona smáatriðin í því. Þannig ég tek fullkomlega undir það. Ég held sér ekki með meira. Takk. Bæjarfulltrúi Sóla Björk hefur lokið máli sínu. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur beðið málið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Langar aðeins að taka til máls undir umræðinu ungmennaráðin. Bæði vegna þess að ég hef nokkra þekkingu og reynslu að því að starfa með ungmennaráðinu frá mínu fyrra lífi hér hjá bænum. En ekki síður vegna þess að ég fekk óvænt bara upplýsingar í síðustu viku þegar við vorum að funda einmitt með Reykjavíkurborg. Það var bara vegna þess að dagskrá borgarstjórnarfundar unga fólksins hékk einmitt fyrir utan borgarstjórnarsalinn. Þið hafa kannski tekið eftir því sem voru þarna. Þannig að fundurinn hann var haldinn í síðustu viku og fer þannig fram að í ungmennaráði borgarinnar eru 7 fulltrúar. Þeir koma frá ungmennaráðum úr hverfum borgarinnar sem er þá líklega 7. Þannig að þetta er eitthvað sem við getum auðvitað skoðað hjá okkur hvort það getur gengið upp og þessir einstaklingar koma á fund borgarstjórnar unga fólksins og bera fram sérstök mál sem eru rædd þar. Á þessu fundi sita þá borgarfulltrúar líka. Það eru málin rædd og síðan eru þessi mál tekin til afgreiðslu. Þannig að við þurfum auðvitað að fá þróa svona hluti hjá okkur líka og ég held að þetta sé svona til eftirbreytni. Það er að segja að eins og kom fram á fundi mitt með ungmennaráðunum daginn að þau fái líka að finna það í rauninni, við getum kallað á eigin skinni, hvernig er að sitja hér og taka umræðina mál og fylgja þeim eftir og svo að sjálfsögðu að samþykkja eða synja. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á það og kom hérna með mjög góða spurningu það hvort við náum til allra.
og þá í tengslum við unga fólkið og samstarfi við þau. Nei, við náum því miður ekki til allra. Og það hefur verið leitað ýmissa leiða til þess að ná til þeirra sem að ekki sýna framboði, gríðarlega miklu framboði áhuga, og þetta verður alltaf flókið og viðkvæmt viðfangsefni, en við höfum aldrei að gefast upp. Við höfum alltaf að reyna að auka fjölbreytnina, reyna að höfða til þeirra sem finna sig ekki í almennu tómstundastarfi, og einmitt að vera með að bjóða upp á starf sem er ekki þetta dæmigerða íþróttastarf. Og við eigum í mjög góðu samstarfi við skólana, bæði grunn- og framhaldsskólana, og það er eitthvað sem við mættum efla jafnvel enn frekar, og ég sé fyrir mér að einmitt með öflugum starfsmönnum, svo ég vitna aðalega til framhaldsskólana í þessu tilviki, til dæmis eins og sálfræðingum sem kemur þá hugsanlega inn í framhaldsskólana, að með samstarfið þá gætum við einmitt aukið þjónustuna við þá einstaklinga sem einfaldlega ekki að nýta sér það framboð sem í boði hjá sveitarfélaginu. Og svo megum við ekki gleyma því að þetta þarf ekki endilega að vera í boði hjá sveitarfélaginu, bara að sé í rauninni eitthvað uppbyggjandi starf í boði í sveitarfélaginu. Það getur að sjálfsögðu og vegum annara aðila heldur en sveitarfélagsins. Og að lokum frá mér aðeins varðandi aðsóknina, af því að það var vitnað hér í tölur að aðsóknin dregist saman. Það er einfaldlega þannig að ef við erum ekki á tánum varðandi frambóðið og varðandi það hvað í boði, að þá gengur einmitt aðsóknin í bylgjum. Og ég þekki það frá því að ég var sjálfur starfandi í félagsmiðstöðvarstarfinu, að þetta eins og með okkur líka fullorðna fólki, það þarf stanslaust að vera að finna upp á nýjum hugmyndum og vera með eitthvað nýtt í boði, þannig að unga fólki finni það hjá sér að vilja nýta sér það sem við erum að bjóða upp á. Og svo erum við alltaf að keppa við aukna afþreyingu, og þannig að því leytinu til þurfum við að sjálfsögðu að vera alltaf tilbúin með svona, ef við getum kallað það nýjasta, ef þetta orðað þannig. Og svo náttúrulega svo merkilegt að það er líka hægt að sækja í fortíðina aðeins og leita upp í gamla hluti, því að þegar maður er að vinna með ungu fólki, unglingum, það hafa þeir nefnilega lúmsgaman að því að fara aftur í þetta gamla, ekki alltaf vera í þessum nýja eða í tölvunum. Og svo kom ég að við bæjarfulltrúa Gunnar að varandi púkan á fjósbyttunum, að hann fitnaði af blótsýrðum, bara svo að því sé haldið til haga. Takk fyrir. Eiríkur Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Næstu tekur máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Manni fer nú að forseti og geta bæjarfulltrúa, manni fer nú að líða eins og í gamla daga þegar maður lenti því að verða sá sem var strítt. Ég ætlaði nú bara aðeins að leiðrétta ákveðna hluti. Í fyrsta lagi þá kannast ég vel við þessa lýsingu bæjarfulltrúi Silja Dögg. Það sem ég er að segja er að mér fannst þessi lýsingin ekki nógu greinargóð. Ég sagði það á bæjarráðsfundinum forðum dag. Ég tel að þurfa að skilgreina þetta miklu mun betur, og ég held að þetta sé akkurat það sem var við að ræða hérna áðan, þegar ég er að tala um að það sé ákvörðun að fara í kynjaða fjárhagsáætlun eins og margt annað. Ákvörðun byggist á því að tekur ákvörðun, gera aðgerðaráætlun, setur við markmið, þú setur við áfanga, þú setur við viðmið og þú fer síðan í vinnana. Og þessi vinna er ekkert unnin á 1 viku, 2 viku, það gerir mig fulla grein fyrir. En það gerist ekkert ef við höldum ekki kúrs eða stefnu og bara stefnum ákveðið á það sem við ætlum og endurtökum stöðugt það sem við erum að vinna að. Og þar að leiðandi náttúrulega þurfum við að hafa gögn, og gögnin eru grundvallaratriði akkúrat í kynjaðri fjárhagsáætlun. Gögn eiga líka að vera grundvallaratriði þegar við erum að taka ákvarðanir aukna þjónustu. Þá eigum við að vera með mjög ítarleg gögn sem við byggjum ákvarðanir okkar á.
Við höfum stundum fengið hérna inn, ég man eftir því þegar ég var fræðstjóri að fengum við stundum inn svona yfirlýsingar eins og það nú að stóraukast hérna vímuefna neysla og reykingar og maríjúana og hitt og þetta og býtum við og hver segir það? Jú, krakkarnir segja það. Svo þurfum við að skoða gögn þar sem verið að skoða akkurat þessa hluti og það ekkert sem bendir til að þetta sé rétt. Við þurfum að greina sko á hverju ætlum við að byggja ákvarðanir okkar. Eigum við að stökkva til og bara stinga okkur út í laugina. Við erum núna stöndum frammi fyrir því að þunglyndi hjá stúlkum hefur stóraukist. Það meðal annars umfjöllunarefni ekki satt á morgun á hádegisfyrirlestri Sontakvenna sem ég ætla að mæta á og hlusta vegna þess að ég held að þetta sé alveg pottþétt dálítið vandamál. Þetta búið að vera vandamál lengi og menn hafa hort á þetta. Það til forvarnarverkefni sem að vinnur gegn þessu. Við höfum hins vegar ekki borið gæfu til þess að taka upp þetta verkefni og bregðast við. Af því við höfum ekki verið tilbúin til að setja pening í það. Þetta kostar. Ég bara tek þetta svona sem dæmi og þetta eru atriði sem við þurfum að leggjast verulega vel yfir og skoða. Varðandi íþróttir og forvarnarstarfið, sko íþróttir eru heilt yfir forvörn bæjarfulltrúi Sóley. Ég sagði hins vegar ekki það sem að þú sagðir, að ég hefði sagt. Ég sagði, sagt að. Þú eru áttaði á samhengi orðana og hugtakana sem við setjum í því. Já, svona sko. Ég þekki það alveg að sko íþróttir geta verið besta forvörn en íþróttir ná ekki til allra. Þeir eru einn liður í forvarnastarfi, mjög breiðu starfi sem við þurfum að byggja á. Og svo lokum langar mig til að spyrja Ingibjörgu, bæjarfulltrúa Ingibjörgu. Erum við að fara í gúmmíkurlskipti á gervigrasvöllunum á þessu ári? Ég held að vera á þarnæsta ári, 9 milljónir á næsta ári og 15 á þarnæsta. Ég held að, en þetta kannski misskilningur í mér. Ég ætla ekki að fara að tjá mig frekar púkan á fjósbitann. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Þá hefur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin beðið orðið. Forseti ágæti bæjarfulltrúi, þetta eru löng og góð umræða. En var þetta aðeins sem ég tók upp með öldungaráði og skoraði á bæjarfulltrúa að brýna okkur áfram og bæjarfulltrúi Gunnar talaði að formgera hlutinu og það alveg rétt að það þarf bara að formgera þetta betur og þannig að þá komi menn frekar að þessu. En við erum aðeins að skoða það og það mun vera rætt í bæjarráði á fimmtudaginn varðandi til að mynda sko þegar menn að biðja breytingar, fjárhagslega að gera einhverja svona koma einhverja tillögur breytingar, það þarf ekki endilega að vera vegna viðauka heldur bara breytingar innan málaflokks, hvort að það þarf að vísu að gera viðauka að færa eitthvað á milli liða en sko þá vorum við að velta fyrir okkur hvort við ættum að taka 2 umræður það í nefndum, þannig að menn myndu kynna þetta, sveiðstjóra kæmi hugsanlega með kynningu inn í fyrstu kastið og það hefðu menn tíma til næsta fundar til þess að afla frekari gagna og meðal annars þá hugsanlega að kalla eftir áliti ungmennaráðs og öldungaráðs ef því að skipta. Segjum sem svo að það væri að gefum okkur það að frístundaráð ætlaði sér að koma með einhverja viðbót sem að þyrfti að gera, að þá kæmi sveiðstjóri Kristinn með þetta inn og við þurfum að bæta við einu forvarnarfulltrúa til að ná til þessara ungmenna sem við erum ekki að finna, tökum það bara sem dæmi. Þá myndi þetta bara vera kynnt sem hugmynd, ráðið hefði síðan tíma til að skoða þetta á milli fundana og ræða þetta alltaf við þá sína fulltrúa í bæjarráði og svo framvegis. Þannig að þetta kannski bara hugsanlega betri vinnubrögð. Þá getum við líka í rauninni kalla til í því skyni á þessum tímapunkti til þá aðilega sem við teljum að til að mynda ungmennar og öldungaráð til umsagnar. Þannig að þetta svona eitt af þessu einu hugmynd sem að koma í sambandi til að mynda við viðaukann og ég held að væri kannski gott að skoða það.
Hér var rætt og ég held að það hefði bara bæjarfulltrúi Sóley sem talaði um það að IBA væri sá aðili sem ætti að skipta á milli sín tímunum í íþróttahúsunum og það er alveg rétt en það þarf líka þá að vera stefna frá okkur hvað við ætlum að gera og það til að mynda sko þegar við tökum einhverja ákvörðun að fjölga ekki tímum til að mynda eins og í Naustaskóla að þá finnum við bara pressuna sem kemur frá íþróttafélögum af því að það er komið í íþróttahús þá ætlum við bara að fylla það með íþróttafélögum þannig að það er alveg sama þó ég veist við getum byggt 5 eða 10 íþróttahús í bænum í viðbót að þau myndu fyllast af iðkendum eins og við verðum alltaf geta bætt í. Þannig að mér finnst það svona kannski eitthvað sem við verðum það verður að liggja fyrir hvað við ætlum að vera með marga tíma til úthlutunar og við getum, og ég segi enn og aftur, við getum ekki bætt endalaust í það. En ég get ekki látið hjá líða á þenni líkmáli mínu að leggjast í hópinn sem leggur Gunnar í einelti bæjarfulltrúa varðandi þetta heilsueflandi samfélag að hann hafi ekki orðið var við það en ég get bent honum á það að hann þarf ekki og hann fitnar náttúrulega ekki eins og púkinn á fjórspítalunum þess að Gunnar er nú orðvar maður og blótar ekki mikið en hann er nú ýmislegt sem er í boði hérna í bæjarfélaginu sem ég held sko varðandi þegar við erum að tala heilsueflandi samfélag þá erum við bara með svo rosalega mikið það þarf kannski ekki að vera mikil, menn að bæta það vinnubragð en hins vegar erum við náttúrulega með þjónustu hérna og tækifæri fyrir fólk, sundi, bóginn til útivistargöngu, ég sé á hverjum degi sé ég fyrir út úr eldhúsgluggaheimur fólk labba og hlaupa á íþróttavellinum á Þórssvæðinu þar sem upputaðar brautir, bóginn fullur á hverju morgni af fullorðnu fólki sem kemur og labbar hring eftir hring, þannig að við erum með svo ýmis tækifæri sem við þurfum kannski og það var eitt af því sem við ræddum á sínum tíma við öldungaráð og félag eldri borgara að þau láti svolítið vita af því að við erum að tala líka lýðheilsu fullorðna fólksins að þau láti hvort annað vita af þeim tækifærum og möguleikum sem eru til staðar í þessu samfélagi okkar. Þannig að þeir eru ærnir. Það er fullt af fullorðnu fólki til að mynda á hverjum degi að stunda pútt upp í aðstöðu sem golfklúbburinn á upp í höll þeim að kostnaðarlausu. Þannig að það er ýmis tækifæri og þegar ég og Gunnar verðum gamlir þá getum við stundað ýmislegt og þurfum ekki að fitna. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, nú nýtum við öll tækifærið gagnvart bæjarfulltrúa Guðnari Gíslasyni. Nei, ég vildi koma inn upp og svara athugasemdina sem náðan, þetta er vissulega rétt, ég mismælti með áðan, við erum með 9 milljónir áætlaðar 2018 og 15, 2019 í gúmmíkurl og gervigras á spörkföllunum okkar. En mér langaði líka fyrst ég komin hérna upp að bregðast við orðin bæjarfulltrúa Sóley Bjarkar varðandi lýðheilsumál, hún taldi nú lítið hafa gengið að ræða þau hérna þegar við höfum verið að ræða íþróttamálin. Ég er nú ekki sammála henni, því að við tókum öllu með opnum huga og ræddum þetta og meðal annars hérna þegar ég ræddi stefnuræðu eða fór mér stefnuræðu síðast íþróttaráðsina fyrir, hvað ég man ekki, ætla það hafi ekki verið, einhvern tíma síðast ári. Þá bauð ég hana velkomna, hvenær sem er í kaffisopa, til þess að ræða þessi mál, hún hefur ekki þegið það en þetta stendur ennþá til boða. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu og þá er það bæjarfulltrúi Silja Dögg sem hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að lengja þessu umræðu mjög mikið en aðeins að svara bæjarfulltrúa Gunnari. Svona í stuttu máli, þá með þessum forvarnafulltrúum þá erum við að fara í skólana og út á götu til að ná í þau börn sem hafa einangrast og sýna áhættuhegðun. En ég er mjög til í að setjast niður með þér í kaffi og ræða þessi mál betur. Þannig að við skulum bara, ég sendi bara fundaboð. En svo hvet ég líka, ég veit ekki, kannski ertu búin að skoða en kannski er bæjarfulltrúi Gunnar búin að skoða, en það er líka nýbúið að gefa út skýrsla félag, félagsmiðstöð Akureyrar þar sem farið er yfir allt hópastarf og allt sem er í gangi. Þannig að ég hvet ykkur öll ekki bara þið bæjarfulltrúi Gunnar til að lesa þessa skýrslu. En svo ég gleymdi að nefna hérna áðan varðandi ungmennaráð og þegar við hittum þau þarna daginn við í bæjarstjórninni, mjög góður fundur, mér fannst mjög gaman að hitta þau og tala bara málefni sem snerta þau. Það sem að
Sko, ég er bara hlynnt því að setja þau inn sem áheyrnarfulltrúa og bara vill mjög mikið að þau taki meiri þátt og, og reyni hafa áhrif og kynni sér betur það sem að, við erum að gera. En þau kom svolítið inn á það sko, þegar þau sitja til dæmis eins og nú eru þau í innleiðingunum barnasáttmálan og þau komu svolítið inn á að þau skildi ekki öll lingón sem við værum að nota og mér var svolítið hugsað áramótskaupið þegar var að tala um þessi erfi orð. Þannig að kannski ættum við að sko ef við förum þessi leið þá þurfum við samt einhvern veginn að halda utan um þau og hjálpa þeim með þessi orð sem að við notum gjarnan ef þið það er örugglega alveg pínu skrítið að sitja inn á fundum og eins og til dæmis það kom spurning á þessu fundi það var að tala um kynjaða fjárhagsáætlanagerð, hvað er það? Þannig við þurfum þá að vera með kannski einhver námskeið eða eitthvað svoleiðis til þess að hjálpa þeim að fylgja betur eftir og geta betur tekið þátt í umræðum inn á fundum. Þannig að við þurftum þá að setja upp kannski einhvers konar skóla eða finna pening í það. En mér langaði bara aðeins að koma inn á þetta og annars þakka ég bara góðar umræður. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu og þá segjum við umræðum stefnu og starfsáætlun frístundaráðs lokið. Þá er það 8. liður á dagskrá, það er skýrsla bæjarstjóra og Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri tekur til máls. Forseti og bæjarfulltrúar. Síðasti bæjarstjórnarfundur var 21. febrúar síðastliðinn fyrir hálfum mánuði. Nokkur atriði frá þeim tíma. Fyrsta lagi þá náttúrulega bara ennþá mikil vinna í gangi varðandi stjórnsýslubreytingar og innleiðingar á þeim breytingum. Vinna við skipurit, starfslýsingar og ráðningamál og annað þessu tengt. En bara gengur bara ágætlega og ég hef reynt að upplýsa bæjarráð eins vel og ég hef getað þróunina og vinnuna. En nauðsynlegt að upplýsa að sjálfsögðu og segja aðeins frá því hér í bæjarstjórn líka. Nú, svona nokkur mál sem hafa dottið inn, segja aðeins frá því að það kom hér áhugasamur aðili sem vil gjarnan byggja hótel á Akureyri. Það er nú svo sem ekki nýtt að menn vilji fara að byggja ýmislegt hér á Akureyri en þarna kom sem sagt aðili erlendur aðili sem hefur áhugaði að fjárfesta hér. Bara svona segja aðeins frá því án þess að ég fari eitthvað nánar út í það en bara menn að sýna okkur mikinn áhuga. Nú þetta hefðbundna varðandi stjórnarfundi sambandsins og þjóðskrár eru hér á blaði hjá mig líka. Nú við höfum svo verið að funda líka varðandi hönnun á mannvirkjum uppi Rangavelli og svo komum Orkugarði og varðandi flutning þá vantarlegan flutning umhverfis- og mannvirkjasviðsins og skipulagssviðsins þangað á næstu árum eða þegar mannvirki verður byggt og svo vinna í fullum gangi. Aðeins að segja frá svona litlum hlut en þó svolítið merkilegum að hér var úrslitaleikur í bikarkeppni karla í handknattleik 4. flokkur og í íþróttahöllinni 27. febrúar síðastliðinn. Og það er bara langt síðan maður hefur orðið vitni að eins fjörum leik eða og miklum fjöri á áhorfendapöllum. Þarna voru Káa og Þóra að mætast og þetta er bara eins og þetta var hér áður fyrr og eins og þetta á að vera. Að gríðarleg stemning og ekki má nú gleyma því að leikurinn var eftir því líka spennandi og skemmtilegur. Ég er ekki oft að segja frá okkur svona íþróttaviðburðum hérna í pontu en þetta vakti alveg sérstaka athygli mína. Nú við hefum svo verið svo er þetta að vinna með vinum Hlíðarfjalls. Við náttúrulega höfum fundum hérna með þeim daginn ég og formaður bæjarráðs og það er svo sem vitað í hvað farvið það mál er eftir bókun bæjarráðs. Það sem mér var falið að ganga til samninga við þá byggingu eða uppbyggingu á nýrri skíðalyftu í Hlíðarfjalli. Við höfum ekki fundið tíma ennþá til þess að fara í þá vinnu. Ég er að vinna aðeins í undirbúningi áður en ég fer til þeirra viðræðna formlega. Nú við höfum verið að vinna í undirbúningi af starfsdegi fyrir stjórnendur og svo náttúrulega var hér haldið gríðarlega stórt og mikið íþróttamót, heimsmeistaramót kvenna í íshokkí
í svokallaðri annarri deild B og það mót fór alveg mjög vel fram og okkur og þessum sveitarfélaginu og að sjálfsögðu Skautafélag Akureyrar til mikil sóma og staðið vel að þessu og allir mjög ánægðir og ég var beðinn að skila kveðju til bæjarfulltrúa með þakklæti frá Íshokisambandinu og sjálfsögðu Skautafélagi Akureyrar fyrir allan þann stuðning og allan það hjálp sem að þau hafa fengið varðandi framkvæmd þessa móts. Skautafélag hélt síðan upp á 80 ára afmæli sitt líka daginn en þau eru nú 80 ára áramótin að 1. janúar síðastliðinn. Og svo þetta hefðbundna sem að fylgir öskudeginum, ég ætla ekki að fara nánar út í það. Og síðan eins og hér hefur komið fram aðeins í umræðum varðandi fundi Reykjavíkurborgar og borgarstjórnar Reykjavíkur og bæjarstjórnar Akureyrar sem var haldinn í Reykjavík síðastliðinn föstudag, þar sem var fjallað íbúalýðræði og umhverfismál. En ég þarf ekki að nefna það frekar. Við fengum í gær hér í heimsókn nemendahóp frá Menntaskólanum á Akureyri sem var að læra þjóðhagfræði. Það sem þau kennarinn þeirra óskaði eftir því að fá kynningu á því hvert hlutverk sveitarfélaga einmitt í efnahagslegum tilliti í samfélaginu. Og þetta var mjög áhugavert verkefni fyrir mig og fjármálastjóra að koma hér fyrir framann loka árgang nemenda við Menntaskólann og aðeins að fara í gegnum einmitt það hvernig sveitarfélagið eða rekstur sveitarfélagsins og sveitarfélagin í landinu hefur áhrif á efnahagskerfi í landinu og aðeins að ræða það við þetta unga fólk. Og niðurstaðan var eiginlega svo að þetta þyrfti bara að gerast árlega og ekki bara endilega við nemendum Menntaskólans á Akureyri heldur getur þetta líka verið hluti af því að eiga svona samstarfi Verkmenntaskólann á Akureyri. Og þá værum við að miðla því til framhaldsskólanema því sem að gerast hér á sveitarfélaginu. Þetta líka ágætis kennsla í því hvernig lýðræði virkar og okkar hlutverk í stjórnsýslunni og í rekstri eins og opinbera. Og í dag var síðan fundur framtíð íslenskra sveitarfélaga og niðurstöður könnunar og umræður eflingu sveitarstjórnarstigsins og það hægt að halda langar ræður þann fund en ég ætla að sleppa því hér. Ég hef ekki verið að fara mjög djúpt í þessi mál en ég get sagt að það voru mjög athyglisverðar umræður á milli okkar sveitarfélagana hér í Eyjafirði niðurstöður eða þessa vinnu sem bíður okkar og þá vinnu sem búin varðandi framtíð íslenskra sveitarstjórnarstigsins og þá til dæmis hugsanlega sameiningu sveitarfélaga. Við fundum líka í dag varðandi verkefni sem heitir Sumarvinna með stuðningi. Bara aðeins að segja ykkur frá því að það hópur sem við höfum verið að veita þjónustu mjög mörg ár. Það eru einstaklingar sem eiga erfitt að koma og vera með á vinnumarkaði en sveitarfélag hefur verið að hjálpa og aðstoða meðal annars með því að taka þetta fólk í vinnu eða þetta er ungt fólk í vinnu og jafnframt samstarf við fyrirtæki hér á svæðinu að taka þessa einstaklinga líka í vinnu. Þetta eru rúmlega 30 einstaklingar eða milli 30 og 40 einstaklingar. Þetta er svolítið stór hópur og við vorum að ræða það í dag með varðandi það að þessir einstaklingar þurfa jafnvel að fá verulega aðstoð til þess að komast að vera með á vinnumarkaði. Og síðasta frá mér næst síðasta frá mér bara að segja frá því að ég fer ekki onni í hvert einasta viðtal sem ég tek við íbúa eða sem koma til mér, ég tók það samt aðeins saman að bara frá síðasta bæjarstjórnarfundi þá hafa 10 einstaklingar óskað eftir viðtali við bæjarstjóra til þess að ræða mismunandi mál og vonandi hafa þeir fengið einhverju leyti úrlausn sinna mála, allavega hafa þeir farið frá mér allavega nokkuð jákvæðir. Eitt bara upplýsing svona í lokin það síðasta máli. Það er til bæjarfulltrúa að það er fundur með hverfisnefndum tillögu vinnuhóps íbúðalýðræði og gagnsæja stjórnsýslu sem er haldinn á morgun miðvikudag klukkan 16:30 hér í bæjarstjórnarsalnum og ég vonast þess að sjá fulltrúa allavega frá öllum framboðunum á þessum fundi. Annars myndi ég að sjálfsögðu sitja það fund með fulltrúum hverfisráðana. En þakka kærlega fyrir mig. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið mál sínu. Dagskrá er þó tæmd en eftirfaldar fundagerðir eru lagðar hér fram til kynningar. Það er afgreiðslufundur byggingafulltrúa frá 23. febrúar og 2. mars.
Bæjaráð 23. febrúar og 2. mars, frístundaráð 23. febrúar, fræðsluráð 17. febrúar, skipulagsráð 22. febrúar, stjórn Akureyrarstofu frá 16. febrúar, umhverfis- og mannvirkjaráð 16. febrúar, velferðarráð 15. febrúar og 1. mars og hægt að nálgast fundagerðirnar á heimasíðu Akureyrarbæjar. Fundi slitið klukkan 18:40.